Gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin í síðustu keppni á þessu tímabili. Umferð númer 8 hér í fyrstu deil og það þorlagstur hjá okkur í kvöld. 2 tíma race á slaufunni eða Nürburgring Endurance útgáfunni af brautinni. Það sem blandað smápart af Nürburgring GP brautinni og síðan slaufunni frægu Green Hell eins og margir kalla hana. Þetta verður eitthvað. Ingi Þór heiti ég og hjá mér í kvöld hann Binni. Vertu hjartalega velkominn. Já, góð kvöldið, kæru gestir. Góð kvöldið, Ingi. Þetta verður eitthvað hérna marathóna útsending, ekki bara kapastur, líka útsending. Algjörlega. Og það eru allir mættir á braut, allir keppendur. Það eru 8 í fyrstu deildinni að keppa í kvöld. Og hann var að mæta þetta síðasti keppandinn á braut og það bara gott að blessa. Allir eru komnir. Já, og það styttist bara í að við rennum í tímatökur sem eru örlítið breyttar frá venjulegu sniði vegna þess að brautin svo löng. Það þýðir ekki að vera með 10 mínútur í tímatökur eins og vanlega því að þú ert 8 mínútur rúmar að keyra hringinn, þannig að það verða 15 mínútur í tímatöku, þannig að allir nái út hring og að klára einn hring, þannig að þetta one shot tímataka og nóg nú tækifæri að gera mistök, þannig að maður þurfa svolítið að passa sig. Já, þetta einbeitingabraut og já, one shot mitt, það gaman að því og þetta skilar reynsla sér heldur mikið í þessari braut. Þetta svo marga beygjur sem þarf að læra og svona með árunum þá verður þetta svona léttar og léttara sko. Það verður svona, ég ávona að hann sterkum í kvöld í ljósi þessa og Jóna í jafnvel líka og þeir sem eru þarna fleiri reynsluboltar á brautinni. Það eru svona, þetta vist fjallaklifra að læra þessa braut og sumir taka í fagnandi og fara þá leið og læra að elska hana. Svo líka til ökumenn sem að forðast hann eins og heita eldinn og af því að þetta eru svolítið marga beygjur sem það ekki að minnið. Já, ég reyndi að fara að kíkja að lista, mér langar bara, ég veit, þetta er ekki bara allt reynsluboltar, meira og minna. Ég vil ekki vera að gera eitthvað lítið úr einum en einum, þetta eru bara hörku keppni í kvöld. Það eru allir reyndir en sem eru reyndar en aðrir. Já. Hannes til dæmis, hann nú búinn að eiga nokkur reis hérna ævina og eins og þú segir Jónægir, þau eru nú búin að vera svolítið lengi. Gunnar Karlsson er nú búinn að keyra þessa braut helvíti oft líka. Já. En allir búin að taka reis á henni held ég áður. Það er engin nýr hérna. Það nú alveg þannig. Einmitt. En þetta er svolítið ólíkt öðru kapastusbrautum eins og áhorfendur vita jafnvel að þetta er svona pínu eins og að gera Hvalfjörðinn í botni. Þú veist hver elskar það ekki? Nákvæmlega, þetta er svona, þetta er smá þjóðvega fílingur í þessu og þetta er náttúrulega bara æðislegt. Maður á brúninni mikill hraði og maður þarf að flæða mjög hratt í gegnum marga beygjur alveg á brúninni. Þetta er náttúrulega fyrir mörgum besta brautin, algjört konfekt og það er ekkert ástæðulausu að ökumenn eins og Max Verstappen að dreyma og sækja og loksins búin að fá að keppa hérna, þannig að þetta er legend þessi braut, það er bara þannig. Algjörlega. Sem að ég hérna hvað segirðu? Ég er að skrifa texta til keppanda bara að kóli byrja eftir 4 mínútur því að maður nefnilega á brautinni að leika sér eins og maður gera núna þá sérðu ekki klukkuna. Akkurat. Já, og við þurfum að muna líka, við þurfum að resetta lobbyið fyrir tímatökur. Já, og þá er þetta reyndin að við fá rigningu. Já, það væri nú smá krydd í þetta held ég. Við fengum rigningu í fyrstildinni, þú varst að keppa í opnu, fenguð þið rigningu? Nei, alls ekki. Það var svolítið skýjað en það einhvern veginn, hún kom aldrei á radarinn og þetta var aldrei í hættu. En það var rosalegt að sjá rigninguna í annarri deild þegar að menn voru að klára hringinn og komu allir hérna í síðustu 2 beygjunar og svo bara hver á fætur öðrum á út af og snerist. Þetta var algjört konfekt sko. Það var alltaf algjört helg fyrir ökumenn en þú veist, gaman að þessu. En það er Formule 1 ökumaðurinn Jackie Stewart sem
gaf þessari braut viðurnefnið Green Hell. Já. Hvorki meira en minna. Og hann er bara mastar þetta, hann er nokkuð vinnur okkar hollenski, hann fær Verstappen. Já, algjörlega, sko. Hann var að setja ræðasta hring í sögunni í kategóríu bíl sem var að keyra, ef ég man fréttina rétt. Já, það er bara þannig. Fyrir mér er þetta bara Green Heaven. Já, þetta er að færast einmitt úr því. Ég man því ég var að byrja í þessum hermægstri og þá hataði ég þessa braut. Bara með stóru hái. Svo var það lítið há og svo hægt og rólega ferðast þegar bara að elska þetta, sko. Ég hef ekki alveg komið með allt kapital, sko, en mér finnst þetta alveg gríðarlega skemmtilegt, sko. Gríðarlega skemmtileg braut. Fyndið, sko, Danni okkar, hann er nú í spjallinu hérna og leið og ég sleppti orðinu Green Heaven þá kommentaði hann The Green Hell is my heaven og þetta stendur á Ramrod bílunum, þannig að ég veit ég aðtekli þeir með myndavélina hérna á Ramrod og ef þið kíkið fyrir aftan gluggan hann aftalega, þá stendur hana Green Hell is my heaven. Þetta er helviti næs. Nice touch, Daniel. Well done, Danielsson. Þetta er voru þessi inni details eða ekki sagt einhvers þar. Já, nákvæmlega. Kannski bara komið tíma á að fara að resetta þetta lobby því að það eru 2 mínútur í tímatöku. Já, ég var að senda það. Þá gerum maður edit bara og change event held ég alveg örugglega og ég þarf ekki að gera neitt. Já, einmitt. Ég held alltaf að ég þyrfti að breyta ykkur til þess að verði breyting. En það þarf svo sannlega ekki. Það er bara... Já, nú líður bara að bíða eftir allir stimpli sinn fyrir að fá að hafa eina mínútu á hvað að setja undir softdekkin sín, væntanlega. Það er rigning í Koli, það er reyndar blár himinn. Það geta alveg eins komið rigning líka í Koli, en það lítur ekki út úr það. Nei, þetta er svolítið blátt, finnst mér. Við bara dönsum eins og vanalega, regndansinn og hérna... Það er aldrei að vita. Aldrei. Ég setja bara leið og klukkan slær 21:00, þá verður þetta ræst. Ég er bara að horfa á klukkuna. Það er þessi spurninga þegar svo fáir á braut. Ætti ég að fara út að vera með á brautinni og lýsa meðan ég er að keyra? Hvernig væri það? Það var eitthvað nýtt. Það var eitthvað nýtt, nei. Herri, þetta er bara að byrja. Það verður alltaf ekkert að fréttarinu veru. Herri, þarna nú. Fyrstu, góða 10 mínútur. Fyrst það eru átlappinn og... Herri, þið sérðu, þegar að myndavélinni snýr í aðra átt, þá eru nú alveg skýjana. Já. Öll von er ekki úti. Ég skal fara bara í veðurathugun. Það væri náttúrulega magnað að fá rigningu í tímatökum. Það væri alveg sturlað, sko. Það reyndar skiptir þó ekki eins miklu máli, en því að þá er alltaf bara 15 sekúndur milli manna ekki, eða 15 metrar. Kannski örlítið eftir að tímatökur enda, því að ef það kemur í tímatökum þá vita það líka að því í keppninni. Það væri gaman að þetta kemur þeim á óvart á svona 3. og 4. hring. Það væri óskastaði fyrir mér. Já, tek undir það. Bara öll væta er vel þegin og ég veit að þeir sem heima sitja er allir hrifnir að því að fá svona smá bleitu á braut. Annars sá ég ekki neitt í kortunum. Það er ekki rigning í spilunum sem stendur. Nei. Og það er tvöfaldur tímahröðun hjá okkur í dag. Það gera verkum að veðrið eru nú stabíla heldur en þau eru með 5-falda tímahröðun. Já. Það er sama skapi þá ef það kemur rigning þá er hún líka þeimur lengur til staðar. Sjáum Hilla hann að slæta. Þeir eru hérna sko Arctic Retro Revamp Racing eru hérna með grænt lifir í Jónægir og Hilli í þessari keppni og vel tentir að framan. Þetta kemur helvítið skemmtilega út. Kannski viðeigandi á þessari grænu braut hérna. Er ekki upplætt svona meðan það er ekkert að telja. Ég segir svona að ég er sjálfur sestur borð. Er ekki bara skemmtilegt sjónarhorn með að við erum að drepa tímann. Menn svona skoði
færa kannski við Hilmari, hann nú væntanlegur Íslandsmeistari fyrstdeildar. Já, við getum sest borð í honum, það alveg ekki spurning. Þannig að við myndum að keyra AMG hérna. Það heyrir svona alltaf vel á soundinu hvaða bíl þetta Nú og meðan að við sitjum hérna borð hjá honum, þá kannski ágætt að nota tímanni og telja upp hérna sponsora sem að leggja okkur lið og búin að vera að hjálpa okkur þetta ár og margir af þessum sponsorum mörg ár. Nú Lafasjó, þau eru búin að vera duglegir að hjálpa okkur síðustu misseri. Gullfiskur, það nýr sponsor. Við fengið harðfisk þar. Arctic Iceland, þau hafa lagt okkur lið áður og hérna getur verið með á hreinu hvað klukkan hjá þeim. Kraftey, þau eru að hjálpa okkur og voru það líka í fyrra. Otto Center, þau eru nú búin að vera okkar helsti sponsor í mörg ár og það eiginlega bara skylda fyrir alla sem eiga bíl í deildinni að versla við Otto Center. Kraftvélar, þau koma nýjir og sterkir inn. GT Akademían, þau eru búin að vera góður við okkur síðustu misseri og síðan það Kaldi líka búin að vera að sponsa okkur og aðra landsmenn með sínum drykkjarfrængum. Þetta allt gott og gilt og við kunnum þessum sponsorum kæra þakkir fyrir tímabilið og vonum bara að sjá sem flest aftur á næsta tímabili, en þetta einmitt síðasta keppnin hjá okkur núna áður en að ökumenn fara í sumarfrí. Akkurat. Og þvílík braut að enda þetta á. Það alltaf gaman að Guffin alltaf komið þessu á sín tíma. Það alltaf enda á klassík. Já. Það Le Mans vinsælt og við höfum að halda því náttúrulega áfram lofti. Já, og alltaf loka keppni hvors tímabils. Já, og ég segi það alltaf eitthvað svona klassískt svona. Það alltaf Le Mans á hausttímabilin og svo fyrir sumarið það alltaf slaufan, eða sem sagt Nürburgring. Já, hefur það alltaf verið þannig alveg, all árin? Ég nokkuð sjór á því. Já. Mér fannst það verið eitthvað tíðan að hafi Rodrík á sig, ég bara glænir í þessu, sko. Þetta líka, þetta góður akstur inn í sumarið, það allt svo grænt í kringum hann og svona, það vist vorfílingur í þessu. Sumarfíling skulum við segja. Krúsandi á 300 á þjóðvegum einhvers staðar á leið í sumarfrí. Mjög viðeigandi, myndi ég segja bara. En sjáum hann hérna, Krúsa, hann nú ekki að keyra í botni eins og þið sjáið, menn hann er meira að hugsa að halda dekkjunum góðum því að softdekkin... Hann er bara tvisvar nálægt í að fara út af svona fannst mér. Já, menn þurfa svolítið að spara softdekkin á átlappinum því að softdekkin eiga einn virkilega góðan hring en ef þú tekur allt út á átlappinu þá er náttúrulega ekkert eftir fyrir tíman sem að tímatökur hringinn sjálfan, þannig að menn þurfa svolítið að spara dekkin og hafa þau, en þú mátt heldur ekki eða ómiklum tími í þetta, þú veist, klukkan til var. Já. Þannig að... Þeir eru ef menn eru eitthvað lendir ykkur óhappi, þá jafnvel náðu ekki að klára kólílapp. Já. Hérna komum við inn í zigzag beygjur sem eru mjög skemmtilegar. Hérna... Nota menn bremsun ekki neitt, þeir lyfta bara. Það er 20, þú veist það er lengri átlappinn. Það kemur út og svo er kannski 8 kóli, það eru 16 mínútur. Ég veit það. Og það eru 15 mínútur pluss 180, sem er 3 mínútur. Þannig að það má ekkert endilega mikið út að bera, Nei, nefnilega, þú þarft að hugsa dekkin en ekki ofkeyra og það er akkurat það sem við erum að horfa á núna. Það eru sumar beygir sem hann er að keyra svolítið ákveðið en hann er ekki að keyra á brúninni eins og maður segir. Hann er svona eins nálægt því að hann getur á þess að láta ískra mikið í dekkjunum. Þetta er bara, sýnst þetta vera bara nokkuð snyrtilega gett hjá hann, Já. Ein ég held að við höfum aldrei þetta að pæla í þessu. Hvernig með damage í kvóli? Ég er alltaf ekki að fara inn í settings. Ég þori því ekki í miður lýsingu. Heavy damage í kvóli?
ég meina, damage, það bara ein Já. damage styrking fyrir allt, þannig Já. að ef þú skemmir bílinn í koli, eins og á þessum tímapunkti, þá hefur ekki tíma til að fara í pit aftur. Nei, það er akkurat því að Þannig minna. að Það er ekki light damage þegar þú er kóli. þetta er bara do or die hérna, þú þarft að ná clean ring og svo þarft að ná Tveimur. basically, tveimur clean ringum og hérna Stóra áfallalaust fyrir hringnum allavega. Já, og bara báðum. Já, þetta er rétt hjá, Algjörlega. bara báðum. það er bara nákvæmlega þannig. Það er gott bíl að mynda allar keppenda henni að sýnist mér. Hoppaði borði á Jónæ, hann er inn á undan Hilmari á Porsinum. Þú sér það, hann er að láta hann slá út í 5. Hann er að eyða bensíni. Hann er ekki að setja hann í 7. gír. Jú, hann er að gera það nú. Hann ætla að gera með stundum. Ég man nú eftir því hérna þegar ég var að byrja að keppa þá keyrði maður eiginlega fyrsta útríkin bara, þú veist, á útslætti basically allar helgis tíman. Það skipti máli, það gerði það og gerir það samt ennþá og að gera minna. Það var alveg stratt létta bílinn. Og þetta var orðið þannig að menn voru að keyra of hægt, þegar menn voru að reffa bílinn bara í öðru gír hérna og áttur hann í 4. Akkurat. En ökumenn eru lagður af stað í hotlap og fyrstur á braut er Hilli sem að situr í öðru sæti í deildinni aðeins 2 stigum á undan Hannesi og þetta er stigabarátta kvöldsins, er í raun og veru barátta annarsætið. Já. Það er eitthvað barátta annað líka 7. sæti og 7. Þið heldur þessi eru jafnir jafnvel þar. Já, það er þetta rétt. Gunnar Karlsson og Gretar eru báðir með 54 stig, þannig að það er barátta þar. Þetta er náttúrulega bara stolt barátta. 7. Já, bara ekóið. Já, sko, og ef við förum bara aðeins yfir stigin, sko, Hilmar er með 147 stig, búinn að tryggja sér sigur í deildinni, búinn að vinna 5 af 7 keppnum fram að þessu, stórglæsilegt tímabil í honum, keyrir fyrir B-Sig Racing Team. Hilli fyrir Arctic Retro Rewind Racing, hann er ekki landað sigri, við 3 sinnum orðið í öðru sæti, 2 sinnum í 3. Hann er einmitt í öðru sæti í deildinni og Hannes fyrir Kalda Racing Team, hann er búinn að vinna eina keppni og er 2 stigum fyrir aftan hann Hilla, þannig að þetta er stolt barátta hver verður í öðru sæti. Þessi 3 ökumenn, Hilmar, Hilli og Hannes, H-in 3, þeir eru allir komnir upp deild fyrir næsta tímabil. Í 4. sæti er síðan Hugo fyrir Track Devil Racing. Anna H. Hann er 18 stigum fyrir aftan Hannes, þannig að ef Hannes bara klára keppnina, sama hvar það er, þá nær hann honum ekki. Ársæll fyrir Lava Ramrod Racing er í 5. sæti, hann ná tæknilega séð mögulega á ná Hugo því að hann er 6 stigum fyrir aftan hann, með góðri keppni gæti það breyst. 64 stig er Jón Ægir með í 7. sæti og hann á veru lítinn möguleika að komast upp fyrir næsta mann. Ef hann á mjög slæma keppni þá gæti einhver komist upp fyrir hann en sennilega ekki, þannig að hann er svona nokkuð öruggur í 7. sætinu. Myndi ég halda, og síðan er það Gunnar Karels fyrir MS Racing og Gretar G fyrir B-Sig Racing sem eru með 54 stig í 7. og 8. sæti, þannig að já, það eru nokkra baráttur. 7. sæti, já. Ég held að vera 7. eða 7. Nei, 7. og 8. fyrir ekki, já, akkurat. Já. Og enginn af þessum ökumunum þarf að hafa áhyggjur af því að vera að falla því að það eru það margir búin að hætta á þessu ári að þau bara tóku sjálfa sig út. Þannig að þetta er, eins og ég segi, það er allt meira og minna grafið í steinina nema annarsætið og 7. sætið. So far so good hjá honum Hilla. Ég var að taka eftir að það er enginn sem tók hana hægri slingin inn á beinakaflan á þess að slá af þó að sé soft. Það var svo forviti, þetta var bara svo forviti þegar menn eru að taka beinar. Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega 2 tíma keppni og 8 manns á brautinni, þannig að sko staða á ráslínu er kannski ekki alveg eins
mikilvæg og oft áður og það langur tími og það snýst Líklega minnst mikilvæga, það er góða punktur þar, ég var ekki búinn að pæla, þetta er líklega minnst mikilvæga tímataka. Já, þetta er eiginlega þannig, þetta snýst svolítið að ná góðum hring á þess að gera mistök. Já. En ég meina ef að þú keyrir líka í botn og gerir mistök, þá er það fallist alltaf 8. þannig að... Ég er að meina það sko, að þú ert að vera að keyra í 2 tíma í mjög teknísku umhverfi, menn eru að fara að keyra úr dekki sín, það er auðvelt að gera mistök. Það er kannski einna helsta áhyggjuefni í þessari tímatöku er að Hilmar, það er nú ekki rosalega langt fyrir aftan Jónæi, gæti hugsalega bara náð honum sko. Setjum þann sem borði á Hilmari og stundum sjáum við í hann Jón, hann að sjáum við Jón, þetta er einhverjar, hann ætti nú að halda nú fyrir aftan sig ef allt gengur vel, en maður veit aldrei. Getur nú bara hjálpað Hilmari, já nær Jónæi akkúrat fyrir lokakaflan, þá færa meðvind. Hann er að nálgast hann sko. Já. Hilmar er búinn að vera í sérflokki í vetur. Já, bíllinn hans er ekki gylltur í kvöld ástæðulausu. Það er nú bara þannig. Þetta er líka fallegt liverí. Það getur því kafla sem hann er að koma núna, þetta er rosalega hraður flæðikafli. Hérna notar maður lítið af bremsum. Maður bara slæri af og lætur bílinn renna, smá bremsa hérna. Það getur beigjunum sem hann kemur í núna. Ekki að bremsa, bara lyfta og láta sér renna aðeins. Aftur, láta sér renna, enga bremsur, allt í botni. Þetta er alveg geggjað og tilfinningin að keyra þetta er rosaleg. Man líður sem að sé að brjóta lög. Þetta er einn af mínum uppáhaldsköflum bara í leiknum. Já, algjörlega, 100% sammála. Sennilega, ef þú nærður honum rétt er þetta sennilega skemmtilegasti kafli bara af öllum brautum. Svo líka þessi kafli alveg fram að litla karasölinu. Já. Ef þú ert að horfa á Hilmar, ég er að horfa á Hilmar líka. Hérna kemur smá dropp, þetta er eins og að keyra fram að einhverju. Hérna þarf maður svolítið að passa sig. Já, alveg þarna, alveg út af karasölinu. Sturlaður kafli. Allt í botni. Þetta er alveg slikað sko. Já, þarna er svo auðvelt að missa bílinn. Algjörlega. Hann er nú bara alveg að nálgast að fá draft hjá honum sko. Já. Sennilega ekki alveg nógu nálægt. En nú sjáum við það, nú er búin að 15 mínútur. Já. Nú er bara niður talningatíminn sko. Það er bara, þú veist, allir að fara að ná að skila einn tíma. Já, telur að byrja að telja niður þegar fyrsti kemur í mark. Þegar ég sé ekki neina niðurtalningu á skjánum. Nei, tíminn er bara komið fram við 15 mínútur. Já, ég veit, ég er með gott að byrja að telja niður þessar 3 mínútur sem er náttúrulega að klára þá því að Hilli kemur í mark sem er fremstur eða leiða 15 mínútur liðnar. Ég sé ekki neina niðurtalningu á skjánum. Honestly, þá held ég að sé bara frá því að hann fer í 15 mínútur en ég þori samt ekki að fara með það. Við sjáum hvaða tíma Hilli setur, hann setur 7:53, flott hjá honum. Já, það er ekki amalegt. Það er ekki amalegt. Jóna er að koma hérna, nær hann að bæta það. Nei, en hvað gerir Hilmar? Hilmar bætir það, 7:52. Þannig að hann er kominn á toppinn, Hilli annar, Jóna í þriðji með 7:57. Hvað gerir Ársæll? Ársæll, 8 sléttar. Það munar engu. Já, hann er bara nánast á sama tíma Ársæll. Hann hoppar upp fyrir hann. Já, og Hannes hérna, hann ætti nú að vera pínu sterkur hérna. Ég ætla að leiða mér að segja það. Það tíma setur Hannes. 3.
Já, þú hafði rétt þér. 7.56. Þá er það Gretar G. Nei, Gunnar Karels að snúa sér maður. Hann tryggði sér síðsæti. Já. Með því að snúa sér. Já, svona er þetta. Já, það er vonvinnu og tapar í þessu. Já, það er bara eins og það er. En þá hafið þið það. Já. Það er Hilmar með 7.52, 4.4 og 7. Hilli er annar, hann er hálfri sekúndu fyrir aftan hann með 7.53 sléttar. Hannes 7.56,4. Jónæir 7.57. Síðan er Hugo 50, þá erum við komin í 8 mínútur sléttar. Ársæll, Hugo 50 fyrir ekki, Ársæll 78 sléttar. Það munar ekki nema það er ekki einu sinni 1 tíundurlíti, það er hálfur tíundurlíti sem er á milli þeirra. Gretar G, 7. og Gunnar Karels sem gerir mistök í síðustu beigjunni er 8. Þannig að þetta er ráslínan hjá okkur. Ég var að gefa 3, 4 eða 5 mínútur því að það er náttúrulega 2 tíma reis fram undan. Ef við gefum 4 mínútur til þess að geta þá hoppa á styrtinguna ef menn þurfa þess. Hvað finnst þér? 4 mínútur? 21, 20 og 3. 4 mín. Þá geta menn skroppið. Og já. Þetta er nægur tími til að henda örbylgju popp í örbylgjuna, hella sér smá í glas, gera sér kláran. Já, ég ætla að nýta mér þessa pásu líka. Þú tekur keflinu, voru aðeins í 1 mínútu. Já. Ég hef verið með látt mitt líf, 1 mínúta eftir nú ekki að vera mikið vandamál. Nei, segi svona, ég er að reyna að hafa þetta hérna á léttu nótunum krakkar. Þetta eru þið að heyra eins og ég svona ekko í mér? Er þetta kannski bara því að Binni tók að sér headphone-un og ég er að hlusta á það? Herðu, hvað segir spjallið? Við skulum kíka aðeins á spjallið hérna. Hér eru náttúrulega legends mætti leiks. Jón Þór, Jóhann Ingi, Oliver og Gleiser og endalangstar hérna líka. Já. Er einhver að spá? Já, Jóhann Ingi með fyrstu spána. Hann segir Hilmar Hannes Hillibilly Mega. Og bætir í við að Jóna er líka slaufu sérfræðingur. Þetta verður spennandi. Danni segir Hilli D, það er sigurinn, Hilmar 2. sæti og Rúnar 3. Og það er Hugo sem sagt. Og hann vildi bara brjóta Triple H regluna. Það verður búin að vera svolítið mikið að spá háunum 3 í fyrstu sætin, hann vildi ekki nota Hugo og Hái, þetta er Rúnar. Smart devil. Já. Sjá, þetta eru einu spárnar sem eru komið. Jón Þór segir hérna varandi 4 mínúturnar sem að Binni bauð. Jóna er svo á svo stutt eftir á þessum aldri að 4 mínútur er rosalega mikið. Já, alveg gaman að menn slái á létta strengi. Maður þarf að hafa gaman á þessu krakkar. Já. Það mennur eitthvað óþolumóðir. Það er 1 mínúta í starti. Ég ætla bara að senda það bara á það. 1 mínúta. Það er hérna, ég var að horfa á hérna Rory Alexander. Við veist kannski hver það er hérna. Aldrei þetta er hann YouTuber. Nei, ok, það er YouTuber. Þú ert að grínast þessi. Nei, alls ekki að grínast. Hann tók þá, það er eitthvað í ykkur áskorun hjá leiknum að hann tók 24 tíma reis á 24 tímum. Eða hvort það 12 tíma, eða 24 tíma reis. Sagði Rory Alexander?
Já. ekki með Írís, eða hvað sem hann kalla sig hana. Já, jú, ég veit það. Herru, hann keppti 24 tíma á Nürburgring Enduro. Já. Og hann þurfti alltaf að fóra á klósettið þegar hann tók pitt. Veistu hvað þetta ímdaði? Þú ætti að borða og fara á klósettið á 24 tímum. Það er ótrúlegt. Það sem menn leggja á sig fyrir nokkur áhorf á YouTube maður. Það er magnað. Það er bara eina... Let's go racing. Jep. Herru, ég er tilbúinn. Ég veit að áhorfendur eru tilbúinir, keppendur eru tilbúinir. Let's do it. Og talningin er hafin. Niðurtalningin þarf að segja. Já. Það er náttúrulega, það er oftast mikið spenna ég meit í ræsingunum. Það menn eru svona nálgur öðrum. Algjörlega. Eins og Barkley sagði oft í NBA í byrjun tímabil að vita oft ekki léluliðin að þið eru léleg. Það getur margt óvænt gerst í byrjun. Já. Og sko, ef að maður ætti að koma með einhver svona heilla ráð, sérstaklega fyrir þessa braut, að þá vinnum að klálega ekki keppnina á fyrsta hring og það að keyra of geist á fyrsta hring eru oft mistök sem að koma aftan að mönnum. Það er betra að vera safe og keyra sér svolítið inn í flæðið áður en þú fer virkilega að detta í sónið, því að eins og þú nefndir, við vorum að spjalla á hann, sko, köld dekk, fyrsti hringur og ætlastur og mikið. Það getur verið rosalega dýrkeypt að fá skemmd á braut sem er 8 mínútur. Já, við heavy damage maður, þetta er bara fókdýrt, sko. Ég var að keppa bara hérna í opnu deildinni, sko. Eina sem ég hugsaði var að bara vera öruggur á fyrsta hring, leyfa öðrum að gera mistökin sem er svo sannlega gerðu, og svo eftir svona á fyrsta öðru hring þá bara datt ég í svona flow zone og það er alveg yndislegt og það er svolítið það sem maður þarf að gera á þessari braut. Hún er svolítið trikki en æðisleg þegar það byrjar að flæða. Ég var rúlega dekkinu fyrir gripið fyrir mjög yngi. Það eru allir á hard nema Hilli. Hann er á medium. Já. Þannig að hann var kannski Ársæll Raspbyrjar að pressa húka hérna. Rétt í skottinu á honum. Þannig að það kannski er skemmtileg barátta fyrsta sætið í vændum þar sem að Hilli er á medium. Og sjáum það, hann er strax komin í skottið á Hilmari. Já, ég skal fylgjast með þá aftur að pakka hann að þú ert þar. Já, algjörlega. Vinna með mér og segja mér hvað þú ert að fókusra á. Við vinnum þetta í sammenningu. Það er Hilli á grænu þrumunni sem að eftir gulladrenginn Hilmar Ferrari versus Mercedes. Hvað segirðu? Já, ég tók eftir í gær í útsendingunni, hann var svolítið að tala um það. Hver var útsendingastjóri, sjónarhornin er alltaf leiðileg en á þessari braut fyrir kamerunar. Það má sko heldur gott að vera með chase cam á bílunum fyrir aftan. Já, algjörlega. Þá ertu alltaf í aksjóninu, það er ekki einhverja brautir að sem myndavélin eitthvað lengst út í raskati. Svona bara, ég er að gera það sjálfur. Gefur manni líka góða svona hraðatilfinningu hvað er að gera stjórnkomunum. Algjörlega. Það var alveg moment og mörg moment sko í fyrstdeildinni, annar deildinni segi því ég var að horfa að sem bara fóru forgörðum út af því að myndavélin sko ekki til lýsendunar, bara myndavélin hjá leiknum var á leiðilegum stað. Akkurat. Við vorum einmitt að skella í chase cam á þessu augnablikki. Já. Við erum hérna fylgjum honum Hilla sem er að pressa Hilmar. Og það er ekkert seinna vænna en að bara reyna að nýta þessi medium dekk. En þetta er kannski sko ef að menn eru mjög svipaðir á hraða þá getur verið erfitt að fara að taka framúrina. Ég veit samt ekki endilega meina að það sé eitthvað sérstaklega erfitt per se að því að sko þessi braut býður líka upp á mikið mistök. Ef menn eru að keyra mistök laust og jafnt, já, þá er erfitt að taka fram úr, en það á við alla brautir. Þannig að sko, það er erfitt að elta. Það getur verið erfitt að elta líka.
Já, begja bland, það erfitt að hafa með bílan og stóra í baksýnisspeglinum líka. En sko, algjörlega sko. Ársæll fyrir hann út af og komið skemmt ef þú ert með replay. Við skulum bara fá replay að þessu. Sjáum hérna Ársæl. Og það er Grétar sem með fyrir aftan hann. Hvað gerist? Það eru, já. Nei, hann var nú eiginlega bak við tré fyrir að fór út. Þetta var samt ekkert merkilegur út á ástæðan. Hann klest ekkert á hann. Keyrði bara út á grassið, sko. Þetta er dýrkeypt, það er núna komið skemmt. Já, fékk hann skemmt við þetta líka. Já, það er dýrkeypt. Sjáum að Hilli byrjaði að blikka Hilmar. Það er eina að komast aðeins undir skinnið á honum. Ársælli með dekkja skemmt og framhút skemmt. Það er mjög dýrkeypt þegar þú ert rétt svo hálnaður á hringnum. Fyrsta hring. Já. Það er bara mikilvægt fyrir Hilla að halda pressun á Hilmari því að sko bestu tækifærin til að taka fram úr eru pressu mistaka tækifærin. Þegar fremri maðurinn bremst aðeins og seint þá opnast innvíglínan og það stendur svolítið á fellur með hversu stabíl fremri ökumaðurinn er. Ef hann er agaður og heldur sínum línum á hreinu þá getur þetta verið mjög trikki. Og ég held að Hilmar sé alveg þar, hann er búinn að sýna okkur það á þessu tímabili að hann er verðugur allan daginn. Þú spurning hvað þetta er að gagnast, þetta hlýtur kannski að tefja þá báða. Og Hannes í þriðja sæti sé að njóta góðs að þessum slagsmálur fram að sig. Já. Sko, Hilmar og Hannes eru að græða á þessu. Meðan að Hilli er að medium og kemst ekki fram úr, þá helst peysið á harddekja peysi sem er gott fyrir bæði Hannes og Hilmar. Hannes er rétt rúmum 2 sekúndum fyrir aftan Hilla. Með Hilmar er kannski samt að þetta gæti verið að hægja Hilmari því hann er ekki vanur því að þurfa að hafa áhyggjur af einhverju í speglinum, sko. Ég er að minna það, sko. Já, algjörlega, sko. Það er að hægja hann báðum jafnvel, sko. Það er nokkuð ljóst að Hilli er hraðar en Hilmar akkurat núna. Hann bara kemst ekki fram úr. Já. Eins og Ólífur segir í sendinni hérna, þetta er flott hjá Hilmari að halda honum fyrir aftan sig núna. En með því að staðsetja sig í aksturslínunni og gera engin mistök þá þarf Hilli alltaf að fara lengri leiðina. Sjá hvað gerist, en sko ef hann bara heldur þessari fjarlægð þegar þeir fara á beinakaflann. Þetta snýst svolítið það fyrir honum því að á beinakaflann þá kemst hann alveg fram úr. Ég held að það sé alveg nokkuð örugt að svona langur kafli í drafti mun skila framarastri. Við skulum sjá hvað gerist hérna. Hvað er góðu exitin að Hilmar. Sjáu, nú hann byrjað að éta upp bílið. Já. Þetta er nákvæmlega... Þetta er samt svolítið langt að þurfa að bíða í 7,5 mínútu eftir að komast fram úr. Þannig að, þú veist, það telur. Og hann er komið fram úr. Já. Þetta hafðist. Grétar og Ársæll líka komið skemmt. Grétar og Ársæll báðið með skemmtir. Við fara frá okkur hvað gerist þar. Grétar gerði svo stíft þannig að hann bömpaði Ársæll fyrir hlutan á beinakaflanum og tók svo fram úr bara rétt í lokin. Það er ekki að senna. Jó, þetta gerist það stemma. Já, þú getur pröfa. Já, ítti, býtu. Nei, ok, fyrir ekki. Það er að vissum að það var ekki einhver frambrastur í gangi hana. Rétt doppeltjekka hvort ég hafi náð þessu. Hérna er Grétar fyrir aftan Ársæl að reyna að fara fram úr. Hún árið þessu glæsilegt.
Já, ég næði framúrasturnum en Já. hann er alltaf já, ég náði framúrasturnum Það var bara bömban tvisvar til þess að tímasetja framúrstöðu sér rétt. Já, þeir eru báðir með eins skemmd. Þeir eru með skemmda framstöðara og vinstra framdekk. Já, og Ársæll fór inn, hann vildi gera við það. Já. Já. Gretar allar að láta sig hafa það, allan eitryggi uppbútt. Þannig að Ársæll koma út á medium dekkjum. Orðin síðastur, fyrstur manna í pit, en hann er kominn á hraðari dekk, þannig að því að svo er spurningin alltaf sko, hvað stratt ökumenn er að fara að taka sko, eru menn að fara að nýta harddekkin meira sko, í hérna klukkutíma keppnunum voru vinsæla strattið var að stoppa einu sinni, taka 4 hringi á hard og svo aftur 4 hringi á hard. Þannig að en þú nærð 3 hringjum á medium. Já, það er leikandi. Já, það fer nú pínu eftir hvað bíl þú ert á. Þú nærð í leikandi á Porsche. Já, ég var að gera Porsche, svo ég tala við sjálfum mig. En ég veist að Jói Egils var eitthvað að efast að hann gæti það á Subarunum og ég veit ekki með aðra bíla. Jóna er hérna með Hugo fyrir aftan sig. Já. Hugo er svolítið að draga á Jón, finnst mér. Það var ekki svo nálægt bara fyrir 5 síðan. Það er tæpar 3 sekúndur í Hannes en Hugo er undir sekundu í Jónæði, þannig að hér geta eitthvað verið að gerast. Þú kannski lætur mig vita ef að gerist eitthvað í barðunum fyrsta sætið. Já, ég skal fixa því. Já. Á meðan fylgjumst við hérna mid-battles. Hugo eini maðurinn í GTS samfélaginu að mér vitandi sem er að keyra Peugeotinn Peugeot. Alveg skemmtileg bíl. Já, hérna er menn í spjallinu að ræða VR. Jóhann Ingi segir að GT7 og PSVR 2, this is the way. Ég get verið sammála því, það er alveg geggjað að keyra í VR. Ég get bara ómögulega að fara tilbaka. Þetta er mismunandi hvernig það fyrir mann, en þetta verður virkilega meira svona immersion, mun raunverulegra á allan hátt. Já, ég á VR, ég pröfa öðru hvoru, en ég er ekki alveg búinn að ég þarf að gefa alvöru séns aftur kannski. Þetta já, mér finnst þetta skipta svolítið í sko, hérna bara, það er svona vissi menn eins og ég og Jóhann Ingi og margir sem að bara og Guffi veit ég að bara prófa þetta einu sinni og það er bara ekkert aftur snúið. En svo eru aðrir sem að finnst það svona er á báðum áttum, er ekki vissum hvort það sé hraðar eða ekki og svo eru bara aðrir sem að verða óglatt og geta ómögulega keyrt með þetta. Þannig að það er alltaf gangur á þessu sko. Er það ekki þeir sem þurfa sjókispilu bara að horfa á skútur? Já, ég get alveg sagt þér sko að ef þú ert að prófa VR í fyrsta skipti þá er þetta ekki brautin. Þú vilt keyra á braut sem að er frekar svona opin í kringu þig, þannig að það sé ekki margt að hreyfast meðfram þér eins og trén sem við horfum að hérna og líka braut sem er frekar slétt, ekki mikil hæðarbreyting. Ef þú átt erfitt með VR, það eru hlutirnir sem að læta þau verða óglatt eða fá bílveiki eða hvað sem maður kallar það, sjóveiki, bílveiki, whatever, en trikkið er, eins og mér og mörgum öðrum, er að hafa bara smá viftu á sér, það hjálpar rosalega mikið. Já, ég er ekki búinn að pröfa það, ég á nú alveg viftu, ég pröfa það bara. Það bara munar rosalega miklu sko, að hafa smá hreyfingar loft í kringu sig sko. Það maður líka að vera með úðabrúsa eða rigning. Hvernig væri það? Þú verður að keyra í sturtu og ef það er rigning þá... Nei. Ég veit ekki hvort það brautinni en það er sko
Hilmar er sko að keyra betur en Hilli að ná haldanum frá sér bara út af dekkjunum semst maður sér það sko ég veit ekki hvernig að útskýra það sko hann með betri línur og alltaf að draga saman en svona Hilli að draga í sundur að ég held bara með betra gripi. Hver tímamunurinn á milli þeirra? Núna 1,4 það búið að jójóast frá 1,5 til 1. Það, sko, fyrst það ekki meiri munur en það, þá ætti maður eiginlega bara að vera að horfa á þá baráttu því að það eiginlega minnsti munurinn á brautinni, sko. Já, það 1,7 okkur núna. Nema Gunnar Karel, hann hérna 1,5 fyrir aftan Gretar G. Við erum að horfa á það akkurat núna, Gretar G og AMG, Gunnar Karelsson á 911 Porsche. Ég er að reyna að deila þessu örlítið lagga á hann Gunnar, hann svona smá hristist. Það eins og bíllinn sem nefnt Parkinson. Og Ársæll, hann 21 sekúndur fyrir aftan Gunnar. En væntanlega að vinna smá tíman upp því hann komin að metri en eins og við segjum þetta eru 2 tímar sem þessi keppni þannig að það alveg plenty time til að vinna upp tíma og enginn veit hvernig þetta endar á þessu tímapunkti. Það getur orðið hérna, Hilmar að draga núna svo heila á beinakaflanum. Það eins og AMG-in sem meiri endarhraða heldur en Ferrarin. Því að Hilli var með betra exit. En svo fór það hægt og rólega að snúast við. Það komin í sekundu, það getur orðið bardagi hérna. Sjáum sko að hann spurning hvort að Hilli, hann hlýtur að reyna að fara hringi viðbót á dekkjunum. En þau eru samt orðið svolítið 1 mediumdekkin hjá honum. Og þetta forskot sem hann hafði á dekkjunum, ég myndi halda á þessum hring, væri það svona það vil að verða búið? Já, á 3. hring á Porschenum, þá ertu byrjað að tapa tíma, það bara þannig. Sem nú besti dekkja bílinn, það að kosta því svona 2 sekúndur, 3. hringur versus annar hringur. Já, Danni bendir á hérna í chatinu, hvort að ekki fara að vera svolítið þungt yfir? Fara í veður athugun. Ég skal bara gera það. Tjekka á því, en það sýnir náttúrulega bara aftur í tíman, ekki fram í tíman, þannig að kannski segir okkur eitthvað smá. Það segir ég allar núverandi stöðu, það bara alltaf að bíða, það svona pínulegilegt að maður að bíða eftir að tikkarinn fara allar leið niður. Við sjáum sko að bílið komið undir sekundu, þannig að núna pressan komin á Hilla og það Hilmar sem að pressa. Og þau eru 6,5 sekundu á undan Hannes í 3. sætinu, þannig að þetta topp baráttan. Já, nú held ég að Hörðudekki sé betri bara. Já, það geti. Mjög stutt í það. Já, kannski nokkra bæri viðbót og segjum 1/3 hringnum. Það var að Hilli ennþá, þeir eru orðin jafnir skulum segja. Og svo fara Hörðudekkin að vera betri. Og það nokkuð ljóst sko, himinin ekki eins blára hann var áðan sko. Já, ég það svolítið hikandi við að fara mjög mikið viðfréttir. Það orðið að byrja að spyrja með mennsju kom með reisina. Viljum við jinxa þetta? Nei, það líka, sko, menn eru með hérna race engineers. Það er að hlusta, sko. Já, þeir eru náttúrulega með radar sem að ökumenn geta fylgst með þannig að þeir geta séð þetta miklu betra en það sem við erum að spá og speglera, sko. Það spurning, sko, hvernig ætlar að gera það? Bara, beinakaflanum, eða bara hvernig sem bara að þú ert með radarann við hliðinar og þetta bara ekki á augunum á hann, sko. Já, það endur alveg, sko, en ok, ég skal láta að fara með þetta, það er ekkert í spilunum. Síðasta hálftíman, en hvernig næsti hálftími verður, það gæti alveg breyst, sko. Já, sérst, á núverandi stöða fer náttúrulega alveg niður í 0 mínútur og það sýndi ekkert. Nei, það svolítið svona, eins og maður sér núna að við sitjum og erum að elta Hilmar, þannig að við sjáum svolítið himilinn
og þetta bara svolítið svona snerting, hver smá aftan á hilla hana, ekkert hættulegt, en það þarf ekki mikið til. Já, þau horfið í himinu núna, það svona misti yfir þessu, en kannski ekki rigningalegt, meira svona þoka. Þetta er ekki bara hvað mikið af veggsmiðum hana í þessu hluta Þýskalands. Þetta er svifryksmengun. Eða sóldaggar, brennslan. Sólin byrjað að rísa. Já, sko, eins og Jóhann Ingi bendir á í chatinu, sko, að maður þarf eiginlega bara að skoða radarann á langa beinakaflanum, því að þá tekur ákvörðun hvort þú ætlar að pitta ekki, þú veist. Það skiptir eiginlega máli núna, en ef þú kemur bara rigninga ekki, þú getur ekkert gert í því fyrir að nálgast pittkaflan akkurat. Þannig að það er alveg mjög logíkal að vera ekkert að spá í þessu fyrir að rúðuþurrkurinn að hreyfast eða þú ert á beinakaflanum. Einmitt, það er lögrétt. En við sjáum núna, sko, Hilli að slæta hann hressilega. Já, maður sér það, hann í pínu ströggli á græna Ferrarinum, hann farin að slæta svolítið. Sjáum að hérna, kemur vítt í beyguna. Ég held að þetta sé bara spursmál hvernig Hilmar gerir allegu, sko. Já, ég tek undir það, bara Hilli þarf að gera sig eins stóran að getur, eins lengi hann getur. Sjáum við dekkjamennum hérna, þau eru nú orðin svolítið einn hörðdekkin. Þau eru komin svona, flest svona í kringum helming, tæpan eða sum rétt yfir. Og meðan að Ferrarinn, það heldur betur fyrir að síga á seinni hlutan. Það kemur óvart þannig að AMG að fara að slíta hörðudekkjunum. Já. Ég að segja það. Já, þetta aðeins meira en ég átti von á. Sjáum Hilli slætar hann út úr beyginni. Við tölum að hörðu ætti að duga 4 hringi. Það verður líka helviti sleift, 4. hringurinn. Sko, Hilli búið með meira af dekkjunum núna heldur en þegar ég kláraði 3 hringi á Porsche og hann Já, það? Já. Ég hugsaði að dekkin á Porschenum hafi verið svipað og eru núna, en hann á hálfa hringi viðbútt eftir, sko. Jafnvel örlítið minna slitinn. Sjáðu hana? Það er bara að fara út af maður. Já. Já, hann er svolítið farin að tósast í kant hana, hann er farin að vera svolítið yfirstýrður. Og svona, ef að renna við pakkan, það er ekkert að frétta eina aftar á brautinni, þannig að þú getur bara haldið við topparáttuna. Algjörlega. Heyrðu, hvað er að gerast? Hilmar gerir mistök og keyrir út af og komið með skemmt og Hannes búinn að ná honum. Og skýtur dekkvættina líka í Hilmari. Já. Við þurfum að endursýninga þessu. Við skulum bíða með það, þangað til að Hannes sjá hvað gerist hérna. Það er barátta rétt á eftir, fáið endursýninguna. Nú og Hannes að taka léttilega fram með Hilmari á beinakaflanum. Hann er með skemmt, hann er Hilmar. Já, algjörlega, sko. Þetta gæti heldur betur sett strik í reikninginn. Gerir það. Hannes að slá af. Hann sjálfsögðu að velja sér stað. Já. Styttist í beinakaflann og má búast að Hannes tæki fram úr honum þar og hann fer væntanlega bara beint í pittan Hilmar. Hannes neldi þetta. Heldur betur. Já.
Þetta bara að gerast. Hann komið fram úr. Gullkálfurinn konið þriðasæti. Heldur betur. Það draftir ekki svona nóg fyrir Hilmar því hann með skemmt. Já. Hann þarf bara að fara í pitt og gera við. Það eina í stöðunni. Þetta setur þessum strattið hans ekkert mikið úr. Hann hefur sennilega ætlast að taka 1 hring í viðbót, taka 4 á hörðum. En já, hann basically að taka 3 og sama á Hilli. Þannig að hann samt búinn að tapa 9 sekúndum á hann Hilla. Hannes fyrir inn á hörðum á 3. hring. Já, ok. Hilmar inn, Jón Ægir, hann fyrir örugglega ekki inn. Jú, hann fyrir inn. Skulum fá endursýningu á þessu núna, við sjáum hérna. Skulum kíka fyrir aftan hérna til að fá þetta almennilega. Við erum að koma hérna mjög hraðan beigjukafla. Þetta er bara sami staður og ég fór út hjá í gær. Ósh, bara mjög svipað. Þetta er bara, já. Hvar var það? Já. Rétt áður að ferða í hérna uppháhaldsbeyguna hennar. Þegar þú ert að keyra pínu upp á við, lætur svona renna upp á við. Það var bara nákvæmlega þar. Og það er bara allir að fara í pitt síns mér. Það er enginn að láta hörðudekkin duga 4 hringi. Nei, það er greinlegt að allir menn allir bara að keyra 3 og svo sko Hilli fór á hardekkin, hann þarf náttúrulega að klára þau og mér sýnist þeirra að byrja að létta aftur yfir en það þarf að sjást aðeins í bláan heiminn þannig að þið þurfa að stíga hérna rektans aðeins harðar áriður ef þið ætli að ná einhverjum drópum úr loftinu. Það er kannski verið að spara þetta bara til morgundagsins. Segðu. Ég sé að það er svaka umræður í chatinu. Það er að reyna að lokka menn í sportið. Það er að spjalla við Hákon. Ég er forvitinn. Er þetta hérna Hákon í vinni minn sem var að keppa fyrir nokkrum árum síðan? Stórtið spurt. Ef svo það væri nú gaman að fá hann aftur. En ef ekki, það var alltaf gaman að fá. Það er alltaf gaman að fá ný andlit og gömul. Og gömul. Allir velkomnir. Fleiri, þeim er betra. Það er mottóið. Sæll Hákon, endilega komdu aftur. Búin að sakna þinn. Það er alltaf bara að reyna að plata fólk í opnu deildina. Þá fær fólk smjörþefinn. Þá er oft ekki aftur snúið. Nei, algjörlega. Það er bara þannig. Það er svona smá minnsti munur að braut er baráttan um 4. sæti. Ársæll er aðeins að þjarma Jón Ægi. Já, ég hef nú sagt ykkur litla sögu mér og Hákoni. Við vorum ekkert að keyra á Le Mans brautinni og gerum tilraun með að vorum á eins bíl og vorum að sannreyna það að það væri hægt að keyra að 2 bílar getur keyrt hraðar heldur en 1. Sem sagt bæði fremri og aftari maðurinn, ekki bara slippinn og það er alveg þannig. 2 bílar keyra saman í búblu hraðar heldur en 1 og það er gaman að því. Já, ok, skemmtilegt. Já. Annars veit ég ég var aðeins að leika mér í dag, svona ég fara aðeins út í aðra sálma í Daily Races. Það er Katalónia í Barcelona, braut í Daily Race C, 11 hringir, með dekkjaslit 4 og það kom sér vel að vera að keyra hérna í íslensku mótaröðinni á gatslitnum tútum. Ég skipti alltaf, það er hard og medium, er nauðsynlegt sko. Ég tók alltaf bara 1 hring á hard og svo keyrði bara medium. Allir hinni var að taka 3-4 hringi á hard og það fóru medium. Menn kunni ekki að keyra á slitnum dekkjum. Þannig að menn vilja safna sér ökumannsstigum í svona í ferilskránni, þá var það alveg upplagt að gera það. Já, bæði veist sko, svo ég útskýri, þá er ég ekki að tala að keyra saman og bumdrafta með að vera að ýta hinu bílum. Heldur að þú þarft að lyfta aðeins gjöfinni á bílum fyrir aftan en vera í loftbúblunni og þá getur bílum fyrir framan keyrt hraðar heldur en að gera vanlega. Mjög áhugaverð. Í alvöru? Já, það er... Já,
glaður sagði þetta, ég held þú varst að meina kannski bensín. Já, bara bensín, það var það sem ég datt í hug. Ég hugsa að það er ábyggilega allir að hugsa bara döingi að auðvitað gera tveir saman þegar annar er að ýta hinum sem er í drafti. Nei, ég er ekki að meina það. Ég er að meina að ég keyrið á sama hraða að það geta tveir bílar keyrt hraðar heldur en einn. Herðu, það var framúrvöxtur þetta, 5. sæti, Hugo var að taka fram úr. Ég veit það. Það er eftir að taka replay á það. Já, við vorum að horfa á þetta og við skulum fá replay frá öðru sjónarhorni líka til að sjáum þetta hérna. Já, hann gerir þarna bara smá mistök, hann annars hleypur hann bara fram á sér. Hvort þetta voru mistök eða að hleypa fram úr, ég bara er ekki alveg sjór. Ársæll er á ónýtum dekkjum, algjörlega. Það útskýrir málið. Já, ég sé það. There you have it, folks. Gretar ákveður að heilsa þessu upp á hliðið, skreitar lakkið sitt, en hann sleppur skemmt. Það segir nú svolítið mikið hérna hvað Nissanin, Gizmoinn er lélegur á dekk, að Hannes fer aftur á hard. Já, sko... Hann var bara að harduga 3 hringi. Þau voru einmitt að tala um það, sko, og sumir bílar eru bara að taka 2 á medium og þá væntanlega 3 bara á hard, sko. Já. Sjáum, sko, Hilmar er tæpum 2 sekúndum, 1,7 fyrir aftan Hannes. Hann er á medium, þannig að, sko, já, við erum bara basically að horfa á hann, ná Hannes hérna og baráttan er on. Það er svo sem ágætt að Nismoinn sé ekki bestur í öllu. Hann er búinn að vera svona overall í genn tíðina, svolítið OP, svona overall. Af því að blessaður eina hönnunarstjórinn hjá leiknum elskar Nissan bílana. Já. Nissan en það er allavega ágætt að sé með einhvern veikleika, skulum við segja. Nissan er náttúrulega búinn að vera stærsti sponsor á Gran Turismo frá upphafi, sko. Já. Og eins og bíómyndin sýnir bara, sko, sem er náttúrulega byggð á sönnum atburðum. Þannig að það eru blóðbönd þarna í gangi. Já, og enda hvað er ekki, Píti, hvað heitir, hann keyrti ekki á Nissan bílum líka. Þannig að það eru svona margir sem að halla sér að Nissan hérna bak við tjöldin. En það er ágætt að segja að það sé einhver veikleiki á þessu bíl. Algjörlega. Það er bara komið glampandi sólskinina, allir draumar leitu eru foknir út úr gluggann. Breytur orð. Akkurat. Eru fokk. Það er ekki... Ég veit hvað, það er að fara að blóta eitthvað kallinn eða? Nei, þau eru foknir. Það var snyrtilega gert, sko, en þú náður þessu. Gaman að þessu. Já, ég get fyrir mikið orðaperri, sko. Já, það er bara gaman. Jæja, nú ætti hann þess að vera sitting duck. Það er framvastur núna. Já, það er bara þannig. Aftur á brautinni, ég er alltaf að skauta öðru hvori yfir, þú ætti ekki ágjörða, ég renn alltaf yfir alla keppendur reglulega og læt vita eitthvað að frétta. Hann var nú bara nánast búinn að bömdrafta hann, sko. Mátti ekki miklu muna. Hann er að drafta hann tilbaka. Það er þetta eitt, sko, á þessum langa beinakafla að má ekki taka fram úr og snemma af því að þá getur þú svarað. Þannig að maður þarf að tímasetja þetta rétt, sko, sem hann gerði. Maður þarf að detta fram úr rétt áður en að koma upp á hæðina og byrja að keyra niður. Þá ertu í góðum málum. Og nú er Hannes farinn. Hann er náttúrulega, nei, ég segi Hilmar farinn. Hann er náttúrulega medium dekkjum. Já. Hefði ég haldið. Hann er 7 sekúndum sléttum fyrir aftan Hilla sem er á harddekkjum, þannig að hann má búast við hann nálgist á fljótt. Spurning. Já, það ætti að vera góð, hann ætti að vera allar að byrja að sjá í skotti á honum á hringurinn búinn. Svo mætti Penta orðið að komast.
Úff, rosa vítalega Hilmar. En Já, sko, hvar eru mörkin hana? Ég Ég held er að oft sé að halda bara- að ég sé að fá tímarefsingu, svo bara kemur hún aldrei. sko, ef þú fer of innanlega í beyjunni undan og beyjunni þar á undan, þá getur við ekki sagt, ég fengi það Já. með það, en þú Já. virðist geta farið eins og uttalega þú vilt á nótrunni. Já, einmitt. The Germans has no borders. Yes, we like it. Þetta er kannski hérna, til að krydda á útsendinguna því við erum í Þýskalandi að lýsa eins og Schwarzenegger. Já, hann er alltaf frá Austurríki, sko. En Já, ok, sorry. Já, það er rétt. En það hljómar svo German eitthvað að hálfa þar nóg. Jú, ég tala alltaf þýsku það líka. Rétt skal vera rétt, hann er frá Austurríki. Nei, þið tala alltaf þýsku, við getum alveg gert það. Það er ekki leiðilegum að líkjast. Það má eiginlega segja að margir frægir Þjóðverjar séu frá Austurríki. Nákvæmlega. Mikið nörn. Já. Kom nú. Já. Hilmar er að draga hressilega á Hilla. Já. Þetta er alltaf Hann kom í 5. Búin að taka 2 sekúndur á hann síðan að við byrjum að tala eins og Schwarzenegger. Og hann er náttúrulega, þetta var tæknileg kaflinn. Hún græðir, dekkin telja mest náttúrulega í beygjuköflunum. Já. Vissulega. Og þetta var heldur byggir hnykkir þarna vinstur og hægri. Prófum að setjast að þessu borðina í Ferrariinn. Fáum beint í æð. Hilla. Já, beint í æð hvernig er að keyra þennan kafla niður brekkuna hérna. Svo byrjar að keyra aftur upp og tekur blindbeygju alveg ferlega hratt. Hérna. Getur verið mjög trikk í þessi. Síðan það maður alveg að negla niður hérna. Og halda sig. Já. Þessi braut, hún hefur svo margt upp á að bjóða. Það er bara þannig. Hilmar á blúsandi 0,7 fjólblóm. 0,7 fjólblóm. Hann er alveg núna að nýta dekkin, hann Hilmar. Já, Danni vil meina að hjálpi Hilmari að ná Hilla ef við tölum eins og Arnold. Já, get down, step on it, já, more gas. Look out, right turn. Nota benni áhörendur að hvorugur okkar er að fá sér, sko. Við erum bara high on life hérna, sko. Hvað hefur við að gera, maður? Þetta er 2,5 tíma að lýsa. Hring eftir hring. Ég veit það. Við erum ekki eins og búin með 1/3 að kemna. Nei, nefnilega. Já, núna finnst mér eins og Hilli sé að búin að spýta í lófuna. Já, það var hann að kafli sem hann tapaði þessum 5 sekundum. Kannski hefur hann bara gert smá mistök eða eitthvað, eða þessi kafli henta sérstaklega vel mjúkudekkinum eins og talaður um. Það eru vissi kaflar eins og veist sem að reyna meira á dekkinu en aðrir. Og sem beinu köflum skiptir náttúrulega engu máli eins og núna. En Hilmar er samt að auka í fjólbláða hringinn sinn, en bilið er ekki að minnka. Þannig að Hilli er það líka að spýta í lófana. Já. Á þessu sektorum allavega, síðust 2-3 sektorum. Og Hannes er bara einum smá mistökum frá því að fara fram úr öðrum hvoru þeirra, sko. Hann er rétt tæpum 3 sekúndur fyrir aftan Hilmar sem að er svo sem ekkert mikið í stóru myndinni, sko, en hann þarf greinilega smá mistök. Þeir eru að keyra pínur hraðar, Hilli og Hilmar, eins og staðan er. Segir sig sjálf náttúrulega að Hilmar er á mýkri dekkjum. Þetta er alveg að nálgast 4 sekúndunar. Hann er farin að sjá aðeins í Hilla. En eins og við höfum nú sagt miljónsinnum áður í útsendingum, það er eitt að ná og annað að fara fram úr. Já. Við vitum að við erum búin að tala svo oft um þetta í keppnum, sko, veist, já, ein beygja til eða frá
og veistu það er búin að missa 0,3 ár kannski, eitthvað svona rétt svona og seinni og snemma á brennslupunktinum. En þetta eru kannski að tala einhverja 80 beygir raun hring. Þannig að það er margt þetta, sko, það er ekkert búið, sko. Nei, þú veist, á venjulegum braut, ef þú er í tímatöku og ert sekundu en gauðin fyrir frama, þá er það mikill munur. Ef þú ert sekundu fyrir aftan einhvern á þessari braut í tímatöku, skiptir engu helst máli. Þá ertu basically á sama tíma nánast. 3,8 og 3 í Hannes, þetta er as close as it gets. Við viljum sjá þetta, við viljum hafa þéttan pakka. Þetta er flott. Eins og staðan núna meina ég, þannig að það getur fyrir orðið minnabil. Það er bara njóta þess meðan er. Er ekki alls staðar annars staðar? Eru að missa ykkur öðru? Nei, ég fylgist með, ég er alltaf að rúlla í gegnum pakkan. Okay. Gretar er hérna að fara út af, hann er komið skemmt, hann er farið út áður og Ársæll er að njóta góðs af því og fyrir fram honum. Já, hann ákveður líka að skemma rassinn á bílnum með því að bakka afturbakk beint í hliðið. Hann er alveg skemmtur. Tjekka þess á þessu, hvað er að gera? Já. Pínu óöppilegt, en maður skilur pirringinn og maður er svo lent í þessu. Já. Það var gerist þannig í gær, það var, ég nenni ekki að fara út í. Nei. En náttúrulega verður náttúrulega pirraðir. Já, hann tókst að bakka þarna á snyrstilega. Já. Það hjálpaði ekki. Og hann er að fara, já. Ég sýndist að hann að fara aftur út af fyrir skiptið hana. Já, hann var einmitt af því, þetta er svona klassískt. Þessi braut er miskunnarlaus utan en eina beina langa kafla. Ef hausinn fer eitthvað úr lagi, þá er það fljótt að refsa. Eins og þú talaði nú sjálf sem kom fyrir því í gær að leið og varst eitthvað orðinn of öruggur, þá fórstu út af. Já, bara leið og einbeitingin fór, þá bara, þá gerist það er bara svo leiðis. Já, og það náttúrulega gerist þegar menn gera mistök, einn mistök leiða náttúrulega oft af sér, önnur mistök í beit. Algjörlega. Meirinn að segja ofta, og sérstaklega þessari braut að segja, setja hausinn niður og halda áfram, það er bara oft drull erfitt. Já, það getur verið mjög erfitt ef maður er búinn að vera að keyra í flæði, gerir mistök, það getur rosalega erfitt að detta inn í rytmann aftur. Maður byrjar að ofhugsa, þú veist, maður keyrir best ef þú þarft ekki að hugsa ekki um neitt, ef þú bara gerir hlutina á þess að hugsa, það er... Og ekki var, það er hárrétt, hvað segja, og svo ekki var með þetta skítu dekk, þú veist, þetta allt, þetta er svo fljótt að gerast. Bara keyra út frá tilfinningu, ekki hugsunum, en hausinn flækist bara fyrir manni, það er bara þannig. Já, minn punktur var bara náttúrulega þá að þessi brauti er svo þröng, eða sést, það var lítið út að bera, þetta er náttúrulega ekki keppnisbraut nema fyrsti parturinn af brautinni, sko, Grand Prix parturinn, en sko, þú verður bara að vera strax on it, annars þetta bara farin aftur út af í hlið, sko. Já, ég verð samt að segja, sko, að bílið er komin í 2,8 núna og við erum komin á hring 2, sem sagt, við erum komin heila hringfræði þegar eftir fór pitnum. Þetta bíl er að minnka hægar heldur en ég átti von á. Þannig að sko, mér finnst Hilli vera að keyra bara mjög vel á harddekkjunum. Og sko, mikilvægdekkjun eru ekki að hjálpa lengur Hilmari. Nei, þau eru nefnilega, akkurat, þau eru komin á stiga, sko, og þetta forskot sem hann hafði er eiginlega þetta frá honum, sko, þannig að hvernig eru harddekkin hjá honum Hilla? Það er nóg eftir að þeim. Ef hann tekur núna 4. hringinn þessu og þó Hilmar getur það ekki, þá er Hilli að spara sér pitstopp, þannig að þetta er svolítið stórt. Nefnilega, sko. Ég hugsa bara að bílinn geti farið að teygjast aftur núna, sko. Það byrja að gerast.
Þannig að sko, keppnin spennandi. Það hörku barátta inn í fyrsta sætið. Og Hannes að halda nokkuð stendi fyrir aftan. Það eru 4 sekúndur. Og hann geti jafnvel farið að sækja á, ég veit ekki hvernig dekkinu Hannesi. Þau eru aðeins meira einn hjá Hilla, hardekkin hans. Greinlegt að Nismóin að taka smá. Ég takk í vel. Hann að taka 3, hann ekki 4. hringnum. Hill að fara á 4. hringnum. Og sko, Hannes þekktur fyrir að vera dekkja kvíslari. Þannig að sko... En þetta samt svona braut, sko, þú veist. Það getur kannski verið svolítið erfitt að kvísla dekkin á sig því að maður ofta að keyra rosalega hratt og þarf að henda bílnum svolítið til og frá í beyjunum. Þannig að sko, þú kannski býður ekkert upp á það á mörgum köflum þessi braut að vera eitthvað sérstaklega að spara dekkin á þess að tapa miklu tíma. Tekur það. Nú eins og Hilli að mista einbeitinguna eins og voru tölum á hann allt í einu byrjar að keyra skyggilega. Það dekkinu ekki að útskýra það. Hann búinn að missa 0,8. Já, nefnilega. En ef við sér vinstra framdekki á Hilmari, sko, það alls ekki mikið eftir það, sko. Hann gæti verið að lenda í vandræðum bara í lok hringsins. Já. Og hann strax búinn að taka aftur 0-3 hann Hilli, hann hefur sennilega bara gert einhver mistökana. Já, hann var að því. Já, ágjör að vera að lenda í einhver einbeitingarlega skorti, sko. Já. Hann búinn að sletta úr því. Og það alveg 15 sekúndur í Jónæi sem 4. maður fyrir aftan Hannes. Og frá Jónæi í Hugo, það eru heilar 10 sekúndur þar. Jónæi að keyra á medium núna. Fer sennilega inn í lok þessa hrings. Ætli menn sig ekki að keyra þrjá hringi 5 sinnum. Hugo á skemmtum bíl. Hann með 46 sekúndur á Gunnar. Og Gunnar með 10 sekúndur á Ársæl. Gunnar á medium. Ársæl á harddekkjum. 54 sekúndum undan Gretari, þannig að sko fyrir utan fyrstu 3 bílana þá bara helvíti langt á milli manna. Hugo komið skemmt, það hefur eitthvað, hann núna 12 sekúndum fyrir eftir Jónæi, það var minna rétt áðan. En þetta hefur ekki mikil áhrif á strattið, hann náttúrulega, var alltaf á leiðin inn eftir þennan hring. Já, og sjáu sko, Hilli búinn að auka bílið, það dotti í 3 sekúndur núna, það var 2 þegar það var sem minnst. Og Hilmar bara það bil að verða búinn með framtekinn. Þannig að sko, og Hannes sem sem farin að nálgast hann, Hannes búinn að taka 0,7 á Hilmar bara núna á smá kafla, þannig að sko, Já. Þannig að sko, ég veit ekki, kannski ætti Hilmar bara að keyra á harddekkjum. Því að sko, ef þú tapar svona miklu á 3. hringnum á mediumdekkjunum, þá ekkert víst að sé endilega hraðar fyrir að taka 3 hringi á medium versus 3 á hard, sko. Já, það akkurat, við sjáum það. Hannes var komið fram úr, hann núna fyrir aftan, og við sjáum hvernig það endar. Þeir gerðu akkurat þetta, fór báðir inn á 3 hring. Já, sko, Hannes geti jafnvel náð honum bara, sko, það komin í 2,5. Já, það þarf að gera, hann fór undan í pitt. Já. Skilu, þannig að Hilmar, hann náði fram úr með 4 medium, en nú bara spyrir hvort hann ná að klára það. Akkurat. Já, hann má deila það. Danni á hnjánum að biðja regningu svona sofningi. Hann stutti að þarna færi í vinnuna, þannig að þú sofnar þá... Nei, Hilmar út af! Hilmar út af! Nú endur síningu þessu eftir. Ónýtt dekk, já, þetta ekki merkilegt að fór bara út í grassi, en Hannes... Þarna koma, já.
þá Hannes að vefja réttan hest við 3 og hart? Já, allavega ef þú ber saman Nissan og bensín þá ja, mér sýnist það bara að sko, þú sér það, Hilli komið með 6 sekúndur núna á Hilmar sem að þarna einmitt kom í ljós sem að fer að snemma fram á beina kaflanum, þá getur hann svarað en þú veist, skiptir ekki öllu máli því að þú veist, hann að leiðin inn í pitt og nú hann svarar hann komið fram úr aftur þetta var skemmtilegt ég skal segja ykkur það þetta já, ég held jafnvel að Hilmar ætti bara ekkert að vera að keyra með því það verður spennandi að sjá hvað að gera nú er líka allir að setja bensín nú til bensín, hann sem betra bensín, það segja gott því að þetta er mjög riski að þurfa að keyra hálfa hring á svona tæpum dekkjum já, þau voru bara búin þetta er mjög riski og munurinn á milli sko Hilla og Hilmars var minni þegar að Hilli var á medium og Hilmar á hard heldur en þegar að Hilli var á hard og Hilmar á medium mitt já þú veist, það fer ekki alveg saman hljóð og mynd þar sko þannig að, já og Hilli búinn að taka harddekkin sín, þannig að nú getur hann bara keyrt á medium það sem eftir er og Ferrarín, hann fer auðvitað 3 hringi á medium AMG-inn, hann gerir það greinilega ekki en baráttan heldur áfram Hilmar og Hannes eru hérna bara í hörkubaráttu Hannes heldur áfram að keyra harddekkin hann vil ekki sjá mediumdekkin Hilmar fór aftur á medium þannig að já, þetta er áhugavert við skulum spyrja að lokum 3 hringja hvernig þetta verður já lendir hann í sömu vandamálum og verður þetta barátta við Hannes annarsætið og Hilli stingur af Hilli alltaf greinilega með bestu dekkin Ferrari fer best með dekkin já. það að fara að skila held ég Hilla öllu óskiptu sigur hér í kvöld reyna að fara hann að túvæt það er kannski vænt í þessa beygju Hilmar gefur eftir en mikið langaði honum fram úr Já, þetta er alveg hörkubaráttan sem er í gangi hérna, sko. Þessi... Og ekkert að frétta annars þar. Nei, þetta er bara, þetta er raun og vera eina sem áhugavert að horfa á augnablikinu. Það er akkurat Hannes og Hilmar. Já. Sko, elta Hilmar hérna og fá smá hérna backview á þetta. Já, Oliver, það er alveg satt. Hilli að græða á þessu. Alveg feitt. Hvað segir spjallið? Ég er að hallast á það... Við hvernig það tala? Já, Oliver, ég er að horfa á spjallið hérna. Oliver var að kommenta hérna að Hilli er að græða á þessu. Já, einmitt Oliver. Já, það er ekki annan að horfa við á spjallið þannig kannski ekki allir með spjallið í gangi. Nei, ég þarf kannski að það er kannski betra að endurtaka spurningar um spjallinu svo að allir séu með á nótunum en ég var til að heyra hvað menn í spjallinu finnst að keyra á medium fyrir Hilmar á AMG. Er það þess virði eða ætti hann að gera bara eins og Hannes að keyra harddekjunum því að augljóslega var hann að keyra á svipuðu pace og Hilli þegar hann var á harddekjum hann Hilmar og Hilli á medium þannig að hann actually að græða á því að vera að keyra á medium? Ég er líka með skemmtilega kenningu. Ég ætla að segja að Hannes og Hilmar eru basically alveg jafn fljótir. Hilmar bara aðeins fljótari þegar hann er á medium og Hannes aðeins fljótari þegar mediumdekkinu eru orðið 1. Já. Þannig að
Það spurning þá ef Hilmar fer á hard, sko. Hann á að halda í Hannes? Já, það bara gaman að sjá hvað spjallinu finnst þetta. Já, ég meina þegar hann keyrði hard áðan, þá var hann að slíta í sundur á Hannes, þegar Hannes var hard. Já, ég að segja, hann fljótari að þessu gefnu. Já, ok. Þetta er einhverja, maður reyna að búa til einhverja vangaveltur hérna á 7. hring. Það er búið til eitthvað scenario til að halda umræði gangandi og mönnum vakandi. En ég meina, sko, það enga síðu, þótt að sé nú ekki margar baráttur á braut, þá barátta á braut og við erum að verða komin hátt í klukkutíma að keppni og það er bara búið að vera hörkuleg barátta hérna, þannig að það er svo sem ekki hægt að kvarta með aðstæður. Það má ég líka bara segja, þannig að Hilli að gulltryggja sig annarsæti. Hilmar náttúrulega Íslandsmeistari fyrstdeildar. Það liggur fyrir og enda hann á gullvagninum. Þannig að þetta er bara vel gert hjá Hilla. Algjörlega. Mér ekki gleyma því, þó hann sé eitthvað að græða á þessari baráttu, þá bara Hilli að standa sig fyrir svo vel. Algjörlega, allan daginn, bara hörku keppni í gangi og hann er búinn að vera að veita Hilmari meiri og meiri samkeppni í þeim keppnum hérna síðustu keppnunum og það er bara búið að vera pínu yfirvofandi að hann takki sigur í keppni. Og jafnvel með besta stratti, hann var einin sem byrjaði að medium, hann má velta verið hvort að það hefur verið að skila sér þessu. Við sjáum hérna Hilmar í skottin og Hannes núna koma hérna í karusell. Það er ekkert í boðin að taka inn í línuna þarna, þú klárlega fer ekki fram úr miðlínuna og sjáu þetta er erfiður kafli hérna, erfitt að fara fram úr þessu kafla og erfitt að elta líka pínu. Ársæll, ég var að fengja sem Ársæli, hann var komin í autodrive, það er eins og hann hafði sérst aftengst, þetta var ekki rage quit. Bíllinn hans var komin í autodrive eins og að vera sambandsleysi. Hilmar hann sko hálfa bílinn út af braut þegar reyna að fara fram á Hannes en ekki dugði það. Já, fyrirgefðu. Já, það er bara eins og að gera í stundum. Já. Það er svo sem ekki til því að gera, en bara að horfa fram á við og horfa á það sem er á braut hann þá. Já, hann sko, ég veit það ekki, hann gæti hugsanlega verið pína yfir keyra við að reyna. Það er líka gryfja sem að allir ökumenn kannast við að falla í að hérna, maður er kannski einn og yfirgefinn að keyra mjög vel, svo kemur eitthvað fyrir og maður ætlar að bæta það upp og maður fer að reyna harðar eða meira. Það er áskrift á hörmungum. Og þá gerir maður mistök. En já, það þekkja það allir. Já, algjörlega. Eins og Jón Ásall myndi segja, gömul og ný saga. Og gott exit hjá Hilmari þarna. Sko, hann fær hérna bara núna við. Ég var að fara að segja, hann var bara að haldast fyrir aftan Hannes til að koma beina í kaflan til að fá draftið og í töluðu orðum mista hann draftið. Hannes átti ekki gott exit heldur. Nei, Hilmar fór smá út á grassið rétt áður en að þeir komu í síðustu beina fyrir beinikaflan og hann er bara að tapa tíma á Hannes núna, þannig að... Ég var akkurat á Hannesi, ég var að rúlla í gegnum keppenduna. Ég horfði að Hannes fór á hann fór á báða Apexana, kastaðist til og frá. Þannig að þetta var ólan fyrir Hilmar að ekki nýtt sér þetta. Algjörlega, jafnvel eins og ég var að tala um. Að reyna aðeins svo mikið. Sjáum hann hérna nálgast hann hratt á bremsukaflanum. Þá er ekkert annað en að bara get down og reyna aftur. Get down, racing. Nei, ég er ekki nóg góður að taka þetta, ég ætla að hætta þessu maður. Ég er rosalega góður strákarinn í vinnunni, en ég er ekki alveg með sássinækjarinn á hreinu, sko. Ég kann að segja au. Það er sem bara hitt. Au.
Það verður að hafa gaman að þessu. Já, nú Hannes ekki búinn með þessa línuna. Allt í einu Hannes núna viðkvæmur. Já. Svo, hvað fer vítt hann ætlaði bara að slæta utanverðu og gott eða það ekki bara tekist en Hannes með innri línuna í næstu beygju. Smá nuttana, ekkert hættulegt. Hann sko Hannes kann að gera sér breiðan á brautinni, það alveg á hreinu sko. Það náttúrulega gull fyrir Hannes að halda Hilmari frá aftan sig. Já. Við vitum það að medium-dekkin þau missa fljótt damp. Það þessi ringur, því að næsti ringur þá medium-dekkin orðin verri. Þannig nú þarf Hilmar að láta medium-dekkin telja, raun og veru sko. Danni ekki, hann var að tala að var eitthvað vérbögg á honum Ásælin þarf að fara en ég get ekki kíkt á það fyrir því kallinn minn. Ég skoði að hann var keyrandi bara í eins og autodrive eða semst. Hann var greinilega svona loggaður út. Hann var ekki eins og hann hvarf strax, hann var lengi bara að rúnda í autodrive sko. En fyrst það ramrót ekki lengur á brautinni, þá getur þú bara að fara að sofa, Danni minn. Það ekkert fyrir að sjá lengur en núna kafli sem Hilmar getur látið þetta að telja. Já. Hann á náttúrulega betra exiti úr þessari beygju. En þið sjáu sko, hann þið heyrið það bara, hann stundum að lyfta gjöfinni og slá af því að hann of nálagt en það ekkert pláss. Þetta erfitt. Kemur mikill bremsukafli eftir þessa beygju, þetta samt svolítið trikki og menn hafa oft farið aftan á menn hérna. Erfitt en það hægt að dýfa sér og taka rauninlínuna en pínu riski. Það þarf að vera fullkomlega tímasett, það mjög riski. Já, sko, og maður þarf eiginlega að vera það nálagt þegar maður kemur í hröðu beygjuna, það it's danger zone, það bara þannig. Já, en ekki ónált, þetta alltaf þetta svo fyndið. Já, verður nált en ekki nált. Já, hvað þýðir það? Þetta bara, ég hef oft nýtt þessu við, sko, þegar maður út á þjóðvegi og það eru 5 bílar í halarófu og því að langar að taka fram úr öllum. Ef þú ætlar bara að keyra upp að síðasta bílnum og bíða, þá gerur það ekki. Þú þarf bara að koma á ferðinu og tímasetja þetta. Já, akkurat. Það bara þannig. Það bara nákvæmlega þannig og það svoleiðis með sumt í kappakstri. Maður þarf að tímasetja þetta. Það eitt að taka fram úr túristum á 70 eða taka fram á Hannesi á 170. Já. Nákvæmlega. Þetta getur tekið á taugana líka að vera lítið hraðari, að reyna en ekkert gengur. Og bara eins og við tölum það bara með færri sekúndinu sem hann fyrir aftan hann, þá fer þetta dekki að forskot að minnka og hann ekkert langt frá því að vera hálfnaður með dekki núna, þannig að sko ef Hannes nær að halda honum fyrir aftan sig þegar að dekki það vera vond, þá gæti hann að bara skilja hann eftir sko. Ertu að sjá þetta? Ský? I'm on it. Danni, vaknaðu! Það eru ský, það eru dökk ský á himni, Danni, vaknaðu! Rigningar SMS á Danna. Já, ég meina, þú veist, keppnin rétt svo hálfnuð, rúmlega. Hver veit, nema við guðinir, dansið hans við okkur. Já, sko, maður bara tekur eftir í að hann farin að finna fyrir dekkinum. Já. Hann hættur að pressa eins og var að gera. Hvernig dekkin hjá Hannes? Þau eru töluvert betri.
þótt að Nissanin sé að narta svolítið vel í gúmmið þá En þau eru samt ekki hringi betri sko, þeir eru báðir að þriggja hringa dekkjum, skulum segja bara. Já, basically. Tútum. Já, Hilmar með forskot 1,5 hring og Hannes með forskot 1,5 hring. Dekkja forskot þarf að segja. Já. En nú á ég von á að Hannes er að ná að halda frá sig og það styttist í lokakaflann að þá er Hannes að fara að slíta sig frá Hilmari á næsta hring. Já, og sko Hilli er bara að verða komin 10 sekundum undan. Hann er bara alveg að negla þetta eins og staðan Og ég held að hann á líka pitstop inni sko. Já, og ég leiði mér bara fullir að það að Hilmar er að gera mistök með að vera að keyra meðvindekkin. Hann hefði bara átt að keyra harddekk. Já, en hann er að fer svo vel með þau að hann er ekki að fá hann að tæpa 3. hring á mediumdekkjunum. Fattar þið mig? Þú meinar Hilli, já. Hilli, sko. Já, ég var að meina Hilmar ættir að vera að keyra harddekki menn ekki mediumdekkjum. Því að hann var í góðri baráttu við Hilla á harddekjum en hann er bara hverfandi núna á mediumdekkjunum og í baráttu við Hannes. Já. Hannes mun bara fjarlægast það nú á næsta hring. Það var ekkert á viðurrættarnum fyrir tveim síðan. Það megi skínast að vera dekkur og dekkri. Já. En ég held í vonina. Já. Nei, ekki að þá. En það er, ef ekki að segja þetta sé á leiðinni. Það er eitthvað að gerast í skífunum. Hvort það er að stríða okkur bara eða ekki, ég veit ekki. Það er nú mjög dökkur himinn. Já. Allan ekkert ennþá í kortunum fyrir ykkur sem heima sitið. Það er ekkert í kortunum. Það er smá draft í gangi hérna. Það er ekki nóg. AMG. Nei. Já. Þetta er 9. hringinn. Nú verður áhugavert að sjá hvort að leikurinn endurtæki sig. Nú slítur hann sig frá. Hannes slítur sig frá. Hann dró allt á 3. hring og náði fram úr. Akkurat. Nú verður þetta einmitt ekki, nú verður þetta einmitt Hannes. Já sko á ég von á. Herru. Og sko, og því meira sem hann keyrir fyrir aftan Hannes, því meira slítur hann dekkjunum. Þú ert lausari, þú ert lausari Hvað val á hann? Hvað val á hann? Nei, þú veist, það er ekkert, það er bara að reyna að komast fram úr, en... Hann er utan, hún er lengri. Þetta er lík barátta henni í gangi. Þetta er skemmtilegt. En ekki kemst það fram úr, Hannes er varnarmála ráðherrann. Það er eins og Hilmar skynja að þetta sé síðast eftir að gera eitthvað. Já, hann er mjög aggressífur ákveð núna. Ég veit það. Þetta, sko, þessi partur af brautinni er besti kaflinn til að reyna að fara fram úr. Það er áður en þeir komast inn á slaufuna. Eftir það er þetta rosa mikið follow. Og sko, meðan hann keyrir í drullu lotti fyrir aftan Hannes, þá er bílinn hans aðeins lausari, sem þýðir hann slætar aðeins meira og eyðir dekkjum hraðar. Þannig að það er ekkert að vinna með honum akkurat núna. Nákvæmlega. Við setjast borð hjá honum Hilmari. Fá hérna undir stýri tilfinninguna aðeins. Þá líka heyrið vel í hérna dekkjaslitinu. Nei, já, ískrinu í dekkjunum. Hann er svolítið vítt hana, gerir smá mistök. En þetta er ekki, það er ekkert pláss hérna. Það þarf í raun og veru bara að slá af. Já, sko, hann á eftir að klára þessi dekka áður en hringurinn í búinu, bara alveg svo á hann.
Já. Og þú ætlar að fylgjast með Hilmari og Hannesi. Ég aðeins með augun á bara fjórðasæti. Hugo að draga á Jón Ægi. Jón Ægi með skemmt og það munar 3,5 sekúndu. Ég mun láta kannski vita að dreifur til 10 þetta. Algjörlega. Nú, Hannes smá mistökanna fer utarlega. En Hilmar bara ekki nógu nálægt til að nýta sér að. Það alveg mistök á báða bóða svona. Hilmar vissulega farin að berjast í dekkin. Hannes farin að finna fyrir þessu aðeins líka en Hilmar að detta inn á það að þetta risky business. Þetta bara nákvæmlega samanstæða við horfum. Hannes gerir mistök, fer út af og keyrir á. Hvað að gerast? Þetta að fara gjöf fyrir Hilmar að loksins komast í ferskt loft. Við þurfum að hafa endursýningu á þessu. Hérna sjáum við Hannes. Var í svo góðum málum. Fer upp á kantinn hérna, missar hann út af og that's all she wrote. Þannig að nú hann kominn 15 sekúndur fyrir aftan Hilmar og búinn að stimpla sig út úr þessari baráttu við Hilmar eins og staðan með skemmdan bíl. Og kannski lán í ólanni að það bara hálfur hringur eftir og svo pitstop eins og var planað. Já. En Hilmar 11 sekúndum rúmum fyrir aftan Hilla. Hilli í góðum málum hérna fremstur. Og við skulum kannski bara nota tækifærið núna og kíka á aðra baráttur. Hvað að frétta Jón Ægi og Hugo? Já, það tvær. Hugo að draga og það væri 4 sekúndur í byrjun hringsins. Að Jón Ægi með skemmt. Já, ok. Þeir svipar dekkjunum en Hugo að ég ætla að sé ekki komið svona blóð på tanninn. Svona hann sér Jón Ægi vera stærri og stærri. Mjög gott kvót hérna frá einhverjum í spjallinu. Sometimes you're the windscreen, sometimes you're the fly. Kann að meta góð kvót. Já. En það nú ekki rosalega mikið eftir dekkinu með Hugo. Aðeins skári dekkin hjá Jón Ægi en eins og þú sagðir, það skemmda á bílum, þannig að Já, kom undir 2, þetta voru, ég var svona að byrja fyrir, þá var þetta 4,5 í svona fyrir hálfur hring síðan. Þannig að Hugo tímalaust að finna taktinn, það getur orðað svo. Já, þetta var Ígleði sem á þetta kvót. Já, ég held að ég hef hitt þetta áður. En, vel gert, ég vil að Sko, Hugo alveg bara drafti hérna fyrir lokakaflan. Já, þetta bara þetta í sekúndu. Það gott að koma inn eitthvað önnur barátta. Hannes eiginlega bara það súr út í Hannes, það var eiginlega þetta skemmtileg baráttu sem vorum búin að vinna. Það var að halda þessari keppni lifandi fyrir okkur. Já. Og sko, það alveg svo 2 mínútur í Gunnar fyrir aftan Hugo. Lítið með þetta, Gretar bara stopp í pittinum eða hann ekkert að hann hættur bara, kominn í pittin? Það lítur út fyrir það. Já. Það ekki dekkur nýsetta bensín. Nei, nákvæmlega. Hugo tapaði aðeins þannig að maður gleyma að skipta þetta tíma, sló út bílinn.
Já, var það? Hann er það að draga á núna alveg á fullu. Já. Það verður komin alveg í skottið þegar hann er í Því pit. hann er með skemmtan Jón, hann fer hann ekki alveg satt. Já. Og þau eru vantanlega bara báðir að leiðin í pit núna, það kemur ekkert annað til greina. Jón er líklega með sekúndu í aukalega í bensín með við Hugo. Já, Ef að gíska. og pluss viðgerðin náttúrulega líka sko, hann að... Já, það verður móti, ok. Hann var með sekúndu, en það verður... Hvað kostar að gera við tímalega sér? Ekki Gróflega. hugmynd sko, ég skemmi aldrei bíla. Jók. Það er mismunandi bara eftir í hvaða skemmta er. Ég get ómögulega sagt hvað þessi skemmti mikil. Já. Kannski einhverju spjallinu veist það. Það kemur bara í ljós, þeir eru að koma út bráðlega. Það verður eiginlega mest í spenningurinn að sjá Jónæði og Hugo koma út úr pit, myndi ég halda það fyrst mér. Já, segir hennar nýtli, hann á ekkert í þessu alveg rétt að binna. En það má náttúrulega líka benda á það sko að ef það er kvót, það væri ekki kvót ef einhver hefði ekki sagt það áður. Já, það er rétt. Það er ok, þarna er eitthvað sem fylgjast með. Heldur betur. Hvað er það? Já, það er bara Jónæður og Hugo, það er bara það sem eftir áfram. Akkurat. Það er 12 sekúndur, 18 sekúndur, 18 sekúndur, 1 sekúnda, 2 mínútur. Svissaði aðeins yfir á Gunnar Karela meðan allir voru í pit. En við erum komin aftur í baráttunni fjórðasættir. Það má skoða liverín hjá fólki líka, leifum ætlum aðeins að fá smá airtime. Það er bara nákvæmlega sem er í gangi. Já. Ég kann að með þennan græna feeling í Arctic Rewind Racing liverínu. Já. Svona nett Kawasaki Racing feelingur. Þetta bara benda það að því miður þá er himinninn byrjar að blána aftur. Þetta er bara einhver skíabakki rigningalaus. Þetta er bara... Þessi skí er bara eins og þýskur húmor, alveg glataður, ekkert að gerast. Hvað? Næ! Varum sagst du das? Já. Ég var í svona geggjað til að fara eitt tímann að heimsækja þessa braut og horfa á 24 tíma afstörin og vera það sem að pumpandi tónlistin er hakkandi inn í bratthúst og drekkandi bjór. Já. Það er auðvitað ekki leiðilegt. Herðu. Það er sem, já. Ég kann einn þýskan pilsubrandara. Það er kannski viðeigandi á þessari braut. Já, ok, ég kann einn. Hann komdu með hann þinn. Og hann er á ensku sko. Já. German sausages jokes, they are the worst. Það er alveg merkið. Já, worst, það er líka hérna, að tala um hérna í COVID, þetta væri bratwurst case. The bratwurst case. In the worst case scenario. Já, einmitt. Fyrirgefum því sem heima sitti. Já. Það lítur að vera leifilegt. Síðustu lýsingu tímabilsins. Það var smá gaman. Já. Maður getur ekki haft gaman að þessu, þá er maður ekkert að gera hérna. Das ist not professional. Nicht so gut, va? Maður verður að reyna að fylla upp í gappið, sko. Jú. 8 bílar að braut í 2 tíma, hann þarf að vera eitthvað skemmtiefni með þessu sko, því að Danni er alveg að sofna.
sennilega Já, sofnaður. 6 eftir. 6 eftir. Já. Það er bara mjög skiljanlegt að Danni er búinn að, veist, hann er náttúrulega líka klukktum undan okkur, ekki Danaveldi hann á undan okkur. Já, það er komið í 2 tíma á sumartímanum, sko, þannig að... Er það 2 köp, Danmark-Ísland? Ég held að vera 0-1, en ok. Ég held að hann var að tala um að það er 2 núna, hann... Já, ok. Þá var hann náttúrulega bara löngu farin að sofa fyrir þetta skvöld. Það er allavega, sko, eftir, þegar keppnin klárast, þá eru 4 tímar í að hann fara að vakna í vinnuna, þannig að... Og ef Hugo er að hlusta, þá vill ég skora á hana, aðeins að spýta í lóðana. Þú verður að búa til smá gaman að þessu. Og Jónæður, þú ert að hlusta, þá verður aðeins að slá af. Og ef Hugo nálgast þig. Það náttúrulega hjálpar Jónæði að vera ekki með skemmdabílum. Það var svolítið að hjálpa honum Hugo, þetta er meira jafnt núna, en... Klálega. Það er ekki bara gott gap á milli manna hann á toppnum með þá. Það er ekkert eitthvað sem að þarf að ágjöra af. Það er ekkert að fyrir þetta. Hann er aðeins að nálgast hann Hugo. Þetta gæti orðið góð barátta ef hann kemst í skotti á honum, því að þeir eru að keyra svolítið svipað. Já. Ég er auðvitað eftir, ég vil fá þetta niður fyrir sekúndu, ég vil fá smá keppni hérna braut. Já. Komma 3, Persóna Rokka 1,3, 1,5. Já, það er svona. Svo er bara stóra beygjan hérna núna. Jónæði neldana. Ég held að Puggóinn sé meiri endarhraða, en það er kannski bara óskikja. Hann er allavega ekki að nálgast Jónæði eins og hann er að draga í sundur Porscheinn. Núna, eða hvað, já. Ég marka hann byrjar að keyra upp brekkuna þá minnkar aðeins. Nei, Porscheinn er að auka bilið, það er bara þannig. Já, það er bara en betra exit hann Jónæðir. Já. Það er oft talað sko að vanti smáu bændar hann á Porscheinum, en það er ekkert eitthvað sérstaklega mikið hos mér. Ekki lengur, við það bara að lagast. Jónæði gerir mistök. Það er að fralla. Það er replay. Já, allan daginn. En hann bætir það svo sannlega upp bara á beygjuköflunum og út úr beygjum. Já. Peugeot er einmitt líka stiklingi Peugeot sem eru beygjukaflanir. Það verður alltaf svo að sjá núna. Jónæði það er náttúrulega... Já, þetta voru eiginlega bara fín klöfuleg mistök hjá honum. Ég skilji ekki hvað gerðist þarna hjá honum. Já, hann slappið skemmt. Já, það er nú... Gef okkur vonur að við gætu orðið keppni úr þessu eftir allt saman. Já, það virðist svolítið vera oft á þessari braut sko að menn taka sjálfa sig út úr keppninni.
þetta náttúrulega tekur á að keyra inn í 2 tíma og mistakalaust. En það bara nákvæmlega það sem maður þarf. Það enginn að gera eitthvað lítið úr þessu. Þetta bara þræðilega erfitt. Já, algjörlega. Ég var að segja að ég var að horfa YouTuberinn gera þetta hann daginn og hann var að fara út á brautinni mörgum sinnum, sko. Já, þannig að sem keyrir 24 tíma á þessu, hann var bara geðveiki, sko. Já, var eitthvað 200 hringir. Vá, maður, ég myndi ekki nenna það, sko. Nei, 200 hringir, það getum alltaf verið, 15, 2 tímar. Já, 100 eitthvað hringir, já, bara. Nú svo mikið bil á milli allra manna að við getum eiginlega bara... Allar fara aftur upp í stand. Bara gefið öllum góða mínútu og fara svo næsta og gefa honum góða mínútu og... Já, fara bara förum yfir liveríinn og merkingarnar og... Já. Það alltaf að minnast á sponsorinn aftur sem eru missýnilegir á bílunum. Já. Það mitt, Lavasjó, Gullhuskur, Arctic Iceland, Kraftey, Otto Center, góðvinnur okkar, Kraftfélar, GT Akademían og Kaldi. Og fyrir ykkur, ef einhver að horfa sem að koma nýra skjánum, þá bara finnið okkur á Facebook, Gran Turismo samfélagið og byrjið af ykkur í sumar og verið með næsta haust þegar að nýtt tímabil byrjar. Algjörlega ekki, muna það. Hún náður þess ekki. Ekki? Nei. Nei, ég var að skjóta því, sko. Já. Það stendur Time til. trials. Stendur til. Já. Það búið að minnka forskotið hans Hilla. Það komið niður í 8 sekúndur. Hvað var það? Það var komið upp í 11 áðan. Ok. Það svo spurning, sko, þú veist, dekkin ennþá góð hjá Hilmari, núna metjum dekkin, en yellow flag. Hilli, hvað að gerast? Hilli búinn að gera mistök og Hilmar komið fram úr. Nei, og skemmtir bak og fyrir, maður. Einbeitningsskortur, eitthvað var það. Við þurfum að fá 8 sekúndur. Við þurfum að fá endursýningu á þessu. Það fóru 8 sekúndurna bara, búmm, og Hilmar kominn í forystu. Herri, þetta var frábært, takk Hilli. Nú fáum við kannski reis. Herri, og Hilmar líka með skemmt, þau eru báðir með skemmtir. Já, þetta var agalegt að sjá. Býtu, Hilmar líka með skemmt? Já. Já. Herri, sko, þetta var bara nákvæmlega það sem við þurftum áhorfendur til að þurfa ekki að horfa á næstu 5 hringi ekkert að gerast. Nú bara allt að gerast aftur. Þetta ekki búið, Hilli alveg ennþá inn í þessu. Þau þurfa báðir að fara í pitt. Sko, ef Hilli, hann fer inn, hann bara að fara hard. Þá þarf ekki að skipta aftur. Hann að fara með mikið betur dekkanótkun. Hilmar getur ekki farið 4 hringi. Já, klesti Hilmar á Hilla þegar hann fóð framhjá. Fekk hann skemmtur á hann. Það hlýtur bara að vera. Ég ekki með líkla borðið. Jóhann Ingi segir klesti á Hilmar. Við ætlum bara að fá já, þetta í endursýningu hérna. Við skulum bara skoða þetta aftur. Og leið og Hilli fyrir út af, þá ætla ég að skipta yfir á hinn ökumanninn. Til að sjá hvað gerist í framhaldi. Hérna gerir Hilli mistökin og hérna kemur Hilmar. Hann ekki með skemmt hérna. Yellow flag, bíllinn á braut og hopp, beint aftan á hann.
Já, góður áhörður. Það er bara nákvæmlega þannig. Hann hefði kannski átt að fara örlítið meira með gát. Hann var á miðri braut þarna og hann bara fór beint á hann eiginlega. Þú verður að skipta á barðu fjórðasæti núna. Hugo komið fram úr. Nei, hann var fram að Jónæði fór út á hann. Jónæði fór að draga upp 3 sekundur. Akkurat. Sorry. Já, allt í lagi. Það er auðvitað að ruglast í þessu bransa. Herru, já, það er bara... Allt í einu. Bara allt að gerast. Ég hélt Axelni bara Axelni væri búið. Þá komu bara keppnisguðinir og gá okkur aksjón. Jónæði, hann hefur bara betið í skjaldarendunar. Hann er með 1,8 sekundur bætingu, 1,8 á besta hringnum sinum. Já. Þannig að hann er alltaf fundið fyrir hérna hvatningunni. Þetta hefur vakjað til leiks. Já. Heldur betur. Já. Þannig að dekkinu múkur á, það er bara svipið dekkinu hjá þeim. Hugo verðist ekki vera með athyglinna, hann er svolítið eitthvað gera smá mistökur svona. Greinilega finnur fyrir pressinni, greinilega þrjumann mætt fyrir aftan hann. Og nú náttúrulega Jónæði í drafti. Og núna það er Hilli að fara, hann er að fara inn í pit. Hilmar fór ekki í pit, Hilli þar er í pit, bara á hard. Hilmar. Vá. Nú það er Hilli að taka rétt ákvörðuna, ef hann tekur hard, tekur 4 hringi hard, þá... Já, ég ætla bara að segja það, Hilmar er að fara núna að hæga hring. Og hann er á skemmdum bíl. Þetta er stóra ákvörðin í Hilla núna, á mínum mati. Stóra ákvörðin. Það er hard 4 hringir, ef ég er hann, allan daginn. Ákvörði ekki, ákvörði ekki fyrir hann út. Ég er að fara út af medium. Hann fyrir út af medium. Já, þetta gæti verið stóra ákvörðin. Já, það er alveg rétt hjá þér. Það nátt hann bara, Jónæði komið fram úr. Þegar nú þarf hann að pitta aftur og hann er búinn að missa þetta hálfa mínútu á þessu pitt og Hilmar þarf að pitta á en hann er ekkert að stoppa við annan pitt ef hann tekið hard. Hann er, ég metaði með Ferrariðin fara það vel með dekkin. Það kemur alltaf í ljós að sjálfsögðu. En sko, Hilmar á líka eftir að fara í pitt, þannig að... Já, en Hilli þarf að fara aftur í pitt. Af því að hann tók á medium. Já, það er rétt hjá þér, auðvitað, sorry. Já, alltaf læg. En ég hann að... Skulum sjá endursýningu á hérna Jónæði að taka fram úr Hugo. Þeir eru að koma hérna, hann er í drafti og þeir eru að koma að fyrstu beginni. Já, late lunch. Við erum eiginlega að fá að sjá þetta aftur frá öðru sjónarhorni. Þannig kemur hann, tekur góð dýfa. Já, þetta var síðdeins hádegisverður. Síðbúinn hádegisverður, late lunch. Ég sé ekki þetta endursýninguna, var þetta clean? Já, þú veist, þetta var svolítið dýfa, þú veist, og hann er komið fyrir framan hann og hérna hann tekur svolítið línuna frá honum, hann er að Hugo beygir smá inn í afturendan á honum, en það er í raun og veru ekkert hægt að setja út á þetta. Þetta var flott bomba sem virkaði. Já, ég ætla samt að gefa Jónæði má alveg fá pluss í kladda fyrir þetta, hann var 3,5 sekúndu að minnstakosti held ég fyrir aftan Hugo og hann er átan á einu hring. Þetta var gott og gilt. Ef þú bombar ekki inn í menn þá er það bara í góðu lagi. En nú kunnum við að Hugo sé líka orðið reiður eins og Jónæði var kannski áðan því að nú er Hugo byrjað að draga strax til Jónæði. Sko
hvernig sko, ok, Hilli fór inn, hann að fara að taka 3 hringi á medium. Já, hann ekki með neitt bensín fyrir 4, hann Hilmar á skemmtum bíl og handónýtum mediumdekkjum fljótlega. Já, bara Hilli þarf að fara aftur inn, það vandamálið sko. Það væri að segja að það væri krúsjál, hann hefði myndi fara á hard og taka 4 hringi. Já, því að sko á harddekkjunum hefði hann verið að keyra hraðari heldur en Hilmar á skemmtum bíl á eitum dekkjum. Já. Þannig að sko það er spurning hvort að þetta sé race decider. Já, það þarf að reka Horner hana sko. En Hugo ætlar ekkert að láta Jóna sleppa frá sér. Sumir keyra betur með gulrót fyrir fram að sig heldur en pressu fyrir aftan sig. Já, Jóna allavega greinilega betri að draga menn heldur en að halda menn fyrir aftan sig því að hann var búinn að keyra hann hring og Hugo, hann á ekki losið við Hugo. Já. Og svo bara allir dregar hann upp 3,5 sekúndur á hann bara á einu hring. Hann ekki losið við hann. Eins og þú segir. En það líka maður vel þessi Hugo. Það er eitthvað öryggi hérna við 3,5 sekúndur. Gæti verið sko. Hvað segir, falsklokk? Nei, hvað er þetta? Jú. Svíkalokk. Svíkalokk, það ekki. Gretar spyr hérna í chatinu hvort þetta var ekki unsafe re-entry á Hilla. Þú veist, hann eiginlega endar bara á miðri braut í þessu krassi sínu, þannig að það er eiginlega ekki þetta að segja hann hafi verið að keyra inn á braut eftir að hann, fattar þú? Það er eitt að... Karma líka bara að Hilli kom ekki vel út úr þessu og staðin núna hann í 3. sæti, þannig að Karma sá þetta. Það sjáu Hugo bara mega pressa á Jóna, þetta flott bara, heldur betur. Við skiptast á að pressa. Þið vildi fá svona airtime. Svo getur líka hugsanlega spilast eitthvað inn í þetta að hérna Peugeotin sé betri á slæmum dekkjum versus Porschein. Já. Það er stundum þannig. Ég man að það var fyrir nokkrum árum síðan þegar að Porsche var ekki góður á dekk þá var hann virkilega slæmur þegar þau fóru. En þú veist að meðan að McLareninu þú gast keyrt á handónýtum dekkjum og fannst ekki fyrir því sko. Þannig að þú veist, það getur alveg haft áhrif líka sko, hvar þú ert í slitinu. Svona að maður er að velta fyrir sér hvernig stendur á því að Hugo er að pressa núna sem að augljóslega var að tapa tíma fyrir hring síðan. Og svo getur maður líka svona, veist, á hverju voru þessi gaurar ekki sem eru með, þeir eru á 3. hring á medium, á hverju eru að keyra medium, á hverju ekki búin að vera hard og spara sér pit. Það var, veist, 4, 4, 4 og 3. Já, veist. Ég sko, það var eiginlega augljóst fannst mér í keppnunum sem voru klukkutími að það var að borgaði sig að taka 1 pitstop og taka 4, 4 frekar en að taka 2 pitstop og 3. En það virðist ekki enginn vera að býta á það agn hérna. Nei, það finnst við einmitt fyrirlegt. Ég veit að það verður master á morgun. Já, það kemur ekki óvart þótt að einhverju opnumdeildinni myndi bara keyra 4, 4 á harddekkjum og Já, 4, 4, 4 og 3. Og satt að segja sko, þá er ég ekkert frá því að það sé bara besta strategið sko. Já, ef bíllinn ræður við það, skilur. Já, vissulega. Það keyrir ekki 4 hringi sem þú komist á. Sama með 3 hringi á meðlum. Eins og Hannes, veist, hann gat ekki gert neitt meira en 3 hringi á bílnum, sko. Herru, hvernig er pínu forvitin að sjá hvernig dekkin og Hilmari eru. Hann er að klára hringinn, dekkin farinn og komur inn í pit.
Já. Já. Hann er 17 sekúndur fyrir aftan hann og Hilli 9. Hilli náttúrulega búinn Og að ef fara í Hilli, pittin. og nú sjáum við, ef Hilli væri á hardakjum, ok, kannski 10 sekúndum hægari, en hann væri núna á hardakjum og þyrfti ekki að fara Já. ef og hefði. Tók hann Ef og bensin hefði, til en að geta klart? Nei, hann... Nei, ekki núna, sko, já, ok, segjum þá auka 6 sekúndur. Jónæður kemur í pitt. Og Hugo pitt, það er allir á leiðin í pitt. Já. Meðan allir skiptum dekk á... Af hverju Hilmar taka svo mikið bensín? Er það ekki bara það sem hann þarf til að svara? Vá! Þorsteinn er farin að þessi í 4 hringi á tank. Hann var að taka 92 lítra fyrir 3 hringi. Já. Ég þurfti sko á nýja Porschenum að taka mjög mikið bensín fyrir 3 hringi en ég var líka langt frá því að sparkera sko. Ég hefði getað að spara miklu meira bensín sko. En sjá, Hilli nú með 21 sekúndna forskott. Eina sem þetta gera er að taka aðeins meira bensín og rétt dekk. Gerum að vona Ragg Horner. Já, ég er bara hræddur að þetta sé nákvæmlega það sem þú ert að tala um. Þetta er bara munurinn á það hvort að Hilli vinni keppnina eða ekki. Hann hefði átt að fara að halda eitthvað og taka 4 hringi. En sko, það er líka eitt í málinu. Kemst hann 4 hringi í bensínlega séð? Já, það er enda tæft. Hann er á Porschenum, hann er með 3,8. Hann þarf að fuel-savea mjög mikið til þess. Já, ég veit ekki hvernig það ferðar, það getur vel verið þessi góða punktur hjá þér. Hún er, sko, default með að keyra allt í botni, hann er með 3,8 á Porschenum, en ég veit ekki hvernig það ferðar hérna á sjálfsög. Já, en sko, jafnvel þótt hann hefði fuel-savea, þá Jóhann Ingi segir hérna, já, Hilli hefði átt að reyna það 4. Ég er sammála, hann hefði átt að reyna, en hann hefði væntanlega þurft að fuel-savea, en það ætti að vera hægt að fuel-savea. Hann tók rétt rúmlega hálfan tank fyrir 3 hringi, það segir mér að hann er leikandi í 4 á fullu tanki. Já. Nei, það er líka, menn þurfa að vera búin að æfa svolítið í sparasturinn. Þú veist, hann er nú svo sem ekkert rocket science, maður bara skipta pínu fyrir og kannski lyfta sundum, en enga síður. Það er kannski ekki eitthvað sem maður ákveður ef maður hefur ekki verið að æfa 1 og 3 keppni. Hann tók bara 60% tank fyrir 3 hringi. Já, nákvæmlega. Þeir geta spólað tilbaka þess að heima sitja og kannski sagt okkur það er ekki maður að sjá hvað hann fór út með mikið lítrum úr síðasta pitt. En hann tekur þá vantilega bara soft fyrir síðasta hringinn. Já. Hannes 13 sekúndur fyrir aftan Hilmar. Hann er búinn að vera svolítið nálægt og hann átti hann að góða hringi í baráttu og já, bara upp á sitt einstæmi, klúraði því með að keyra út af. Þannig að því fór sem fór. Já. Ég ætla að taka smá pitstop, kemur til hálfa. Já. Jóna er búinn að auka bilið í Hugo 3,2. Það var búinn að slíta hana í sundur. Já. 60% tank fyrir 2 hringi, já. Er það hvað að frétta?
Nei, það er bara hennar bensínumræður í spjallinu. Jökull segir að bensíni er max 4 hringir, fullur tankur. Og já. Já, hann er að keyra Ferrari, hann er á trúhórum. Já, algjörlega. Það hefur verið nóg, max 4. Það er væntanlega fjúlseifa smá til að láta það ganga upp. Og það er ekki svo slæmt. En allavega, þetta er búið að gert. En sko, já, mér sýnist Hilli sko ætla að taka 2 og 2 í lokin. Hann er að fá maximum grip á mediumdekkjunum með að taka ekki 3. hringinn. Þannig að sko, en ég meina að þú veist, hann er með 21 sekundu á Hilmar. Já. Og sko, þetta er ekki langt frá því. Bara að skipta dekk, tekur þig hálfa myndu. Það er ekki eitthvað 20 eitthvað sekundur. Það er bensín. Já, en þú veist, Hilmar þarf náttúrulega líka að taka bensín. Þannig að sko, wow, tæpur Hilli fór hálfur út af brautana. Sko, má sjá. Nei, sko, Hilmar er náttúrulega, ok, sorry, maður er svo steiktur í haustum og ég sitt hérna í 2 tíma að lýsa þessu, sko. Ég ætla einmitt að segja, sko, að við erum búin að éta sokka okkar svo oft, Ingi. Ég ætla bara að leiða svo komið ljós, þetta verður vangaveltur hjá okkur. Við getum líka, Ég heiti bara í Homer Simpson, the brain is so stupid. Já, þetta er, sko, ok, gefum okkur að hann sé að fara að tapa 30 sekundum og komi út þegar 2 hringir eru eftir 8 sekundum fyrir aftan Hilmar. Þetta kemur bara allir ljós núna, hann er að taka núna síðustu beyginu sinna fyrir beygjakaflan. Á ferskum dekkjum. Ég ætla bara að þegja, ég ætla bara að leysa komið ljós. Sko, ég er bara að reyna að búa til eitthvað scenario sem er spennandi. Hvort sem rætist það ekki, en segjum að þurfa að vinna upp 8 sekundur og hann hefur 2 hringi til þess. Það er vel gert, það er vel hægt. Það er vel hægt, því að þá er hann á ferskum dekkjum sem eigi eftir að vera góð allan tíman á meðan að Hilmar á eftir að vera á handónýttum dekkjum síðasta hringi sinn. Og bara á þeim hringi er hann að fara að tapa minnstalega í 5 sekundum með því venjulega tíman. Eigum við ekki að segja þetta sé allt opið en þá bara? Þú segir þetta verður spennandi. Ef ég hef rámt fyrir mér, þá bara skiptir það engum máli. Ég er að reyna að gera þetta spennandi fyrir okkur. Já, ég held með engum, ég held með spennu. Ég held með góðri keppni. Já, ég held með góðri keppni, það er akkurat málið, sko. Það er bara þannig. Jóna er að slíta, hann er búinn að losa við Hugo. Hann hefur heyrt í okkur. Já, alveg betur. Ég held það. Hannes 11 sekundum fyrir aftan Hilmar. Hann er ennþá í þeirri stöðu að það má ekki mikið út að bera hjá Hilmari til að ná honum. Hilli kominn í pitt og nú er það bara spennan. Hvar kemur hann út fyrir aftan Hilmar þegar 2 hringir eru eftir? Akkurat. Verður þetta best case scenario eða worst case scenario? Hann tók náttúrulega, já. Hann var að taka bara bensín á hann fyrir 2 hringi. Þannig að bensín áætlanir mína voru svolítið rangar. Já. Og það sjá. Ok, 57. Ég held þetta sé allt opið. Já, hann má ekki hafa Hannes, hann þarf að komast þess út fyrir undan Hannes. Hann kemur út. Rétt fyrir aftan Hannes. Hann er 12 sekundum, 13 sekundum fyrir aftan Hilmar. Já, hann þarf að negla Hannes bara sem fyrst hérna á Grand Prix partinum. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Það er nákvæmlega þannig. Já, Hannes var tefja hann alltaf mikið. Þetta verður spennandi. Hannes er bara krím í harddekkjum, sem hann líf vel á. Og hann gefur ekkert frít, sko. Sko, það þýðir ekkert að blika Hannes, því að þið tveir eru í barástu annars sætið í deildinni, þannig að Hannes græðir ekkert á að hleypa það fram úr. Hann vill hafa það fyrir aftan. Þessi tveir eru að berjast annars sætið í deildinni.
Hilli hann á góð exit í hérna og þá tekur hann, já. Hann þarf að skjóta sig fram á núna. Það er bara nákvæmlega þannig, hann má ekki eyða hring fyrir aftan Hannes, þá er sigurinn endanlega farinn. Koma! Og hann líka passa off-keringi, hann þarf að halda rytmanum og þetta verður erfitt fyrir hann. Já, en Hannes er ekkert hægur, per se. Nei, alveg eins og Jóhann Ingi segir, það er sko ekkert gefins að fara fram úr Hannes, það er klárlega ekki gefins. Einmitt. Új, þetta ætlaði ekki að fara svona langt aftur. Fór ekki þið. Það þarf að ná í hérna fyrir langakaflan. Hann þarf að ná í langakaflanum. Þarna, hann þarf að vera hugdjarfari og ekki bremsa, bara smá lift-off og vera aðeins djarfari en Hannes. Þá næra rönni. Nei, ég var ekki hrifinn af þessu. Nei, þetta er ekki svo erfitt, hann er í Dirty Air, hann er ekki með... Já, þetta er lift-off fyrir beinar, hann gerði eftir fyrirpartin. Já, þó, þetta er ekki nóg. Passa sig. Hann er kominn undir 13 sekundur í Hilmar, en meðan hann er fyrir aftan Hannes þá er hann ekki að býta í hennar tíma nógu mikið. Hann þarf að koma fram úr núna til að eiga möguleika á fyrsta sætinu. Engan tíma að missa ef þetta á að ganga upp. Það er hugsað út úr þessu exit í hérna. Nei, Hannes með betra exit. Þetta er svo erfitt. En sko, fyrir þess að 2 hringi, hann er með hálfan tank núna, hann er frekar nýlega lagður af stað, sem segir okkur að hann hefði klárlega getað tekið þessa 4 hringi með fuel safe. Hefði átt að gera það, Hannes gerir mistök, núna gerist það, já. Komið fram úr. Sorry Hannes, við elskum þig, en við viljum fá keppni hérna á braut. Þetta gat ekki komið á betri tíma nema það hefði gerst fyrr. Bara leið og ég sagði þetta, að fattaði hvað það hljómaði vitlaust bara. Við erum búin að vera að bíða eftir að komast fram úr svo. Ég gat ekki komið fyrr. Þetta var bara 1/4 af brautinni, cirka. 4:50, þetta er hálf braut. Jæja. 12 sekúndur. 12 sekúndur. Meira og minna, 12 skipti mynd. Hvernig er þetta ekki að staða á Hilmar er að detti það að vera með hálfu dekk. Það er 3. hringurinn á... Já, nú er þetta ekki að byrja vestan. Þeir eru að byrja vestan núna. Já. Fyrir þennan kafla hérna, hann er að finna fyrir í minna gripi. Samt ekki svo. Nei, en eitthvað. Sko, hann mun minnka bilið smá á þessu hring, en tíminn fer virkilega detta niður þegar við erum komin á síðasta hring. Það er bara búið að sýna sig með AMG-in og Hilmar að 3. hringurinn er slæmur á dekkjunum. Það þarf hann nærtasamt, myndi ég segja 2-3 ár núna. Það er hann á 3, ég vil fá þetta niður í 8. Til þess að gera þetta pínu spennandi. Ég held að 10 er of mikið. Jóhann Ingi biður safety car. Já, það væri hægt. Allt á brautinni, Hilli. Komið með þann fítus. Já. Það var náttúrulega
Þyrfti maður svolítið að vera bara stopp og ekki geta haldið áfram út í kanti einhvers staðar. Já, leikurinn bara setur á. AI, bara dæmra. The ultra realism. Já. Koma á Hilli, hann að pússa á mikið. Já, ekki ofkeira, hann var komin í 10,6 og tapaði sekundu þannig. Já. Þetta er grifjan sem er svo auðvitað þetta í þegar maður er að reyna að ná einhverjum og það er lítið tíma eftir. Maður á það svo rosalega til að yfirkeira og gera mistök sem að hjálpa mann ekki. Flat out. En hann er klárlega að taka tíma. Hannes fylgir fast á eftir, hann er alls ekki að láta hann sleppa frá sér. Hann er búinn að taka 2 sekundur á honum, hann er komin í 10,9. Já, ég held að fá það niður í 8. Hálfnu dekkinu Hilmari. Það er hann. Hannes var bara haldið Hilla þegar Hilli var að ofkera. Í miður. Já. Má sjá, Hilmar, já, ok. Það er ekkert að frétta annars þar á brautinni, bara því að þetta er haldið laga. Hann þarf að taka, ég fá 2 sekundur af hérna í GP kaflanum. Grand Prix kaflanum. Sending af Hilmari, það þarf að síga á seinni hlutan, líður þarna Hilmar. Hefur komið 10 sekundur sléttar munurinn. Síðasti ringur, gott fólk. Komið undir 10 sekundur. Já, ég held að fá þetta í 8, það er ekki alveg að takast, þetta er að nálgast 9. Já. Það er slaufan byrjar. En sko, við erum að fara að detta inn á þetta tímabil þegar að dekkin eru virkilegt vesen. Og ef hann fer í það eins og við sáum á hann að vera, þegar hann hálnaði með hringinn að vera nánast búið með dekkin, þá virkilega getur þetta farið að telja hratt. Það er komin í 9 sekundur núna. Já. Bara á smá tíma þetta sekundar niður. Nú kemur beigkafli, hann á að telja, hann telur, hann þarf að láta að telja, skulle segja hann Hilli. Já. Og nú þarf hann að djarfur, láta þetta telja. Já. Nú er dekkirna orðin verða nú virkilega slæmi Hilmari. Átta og hálf. Verður þetta itsy bitsy little too late eða hvað? Verður þetta spennast í síðustu beygjunar?
alveg slatta mikil munur en þá. En Hilmar þarf að keyra mistakalaust. Hann þarf að ekki láta hann á sér og ef hann gerir það ætti þetta hugsanlega að sleppa. Þetta alveg ágætisforskot. Hvað er þú sjónarhorn út á? Ertu á Hilla eða Hilmari? Ég á Hilmari núna. Ok, þá fekk ég mig Hilla. Já, það svissum þessu bara. Þetta komið í 8 sekúndur. Búin að taka 4 sekúndur á honum. Já, maður sér það núna á akstrinum með Hilmari, hann aðeins farin að finna svolítið fyrir þessu. En ef hann bara heldur haus og keyrir öruggt. Hálf 7. Nú Hilmar dottinn á erfiðasta tímabilið, seinni hringur, síðasta hrings. Það akkurat þar sem að hann þjáist mest á dekkjunum. Og með hverju beygju versnar gripið. 7 sekúndur á milli þeirra. Komið undir 7 sekúndur, þetta í 7 sekúndum tæpum. En Hilmar að keyra stöðugt, hann ekki að gera neinn mistök, hann að höndla dekkin eins og þau eru. Akkurat það sem hann þarf að gera. Það koma svolítið trikk í kafla núna sem auðvitað að missa bílinn, sami staður hérna og hann gerir mistök fyrir í keppninni. 6,5 sekúnda. Sex sekúndur fyrir 5,9. It's the final countdown, baby. Síðasta keppni. Já. Já, en eins og Jóhann Ingi bendir á, hann þarf að vera nálagt þegar koma á síðasta beinakaflann. Þetta virðist vera að renna út á tíma með þetta. 5,5 sekúnda. Ég held að Hilmar sé með þetta. Þetta er ómikið fyrir Hilmar. Ómikið fyrir Hilmar sig. Heiði átt að báðir Hilmar, sko. Já. Ég spáði Hilmar að vinni. Já, nákvæmlega. Ég sjá að vinstra framdekki alveg að vera farin núna. En Kura voru að sjúra Hilli D. Hörðdekk og 4 hringir hefðu sennilega þetta komið í 4,8 en við erum að koma inn á beinakaflann. Þetta er bara a little too late. Hilmur. Já, veist. En ég meina hann tryggir sér. Við erum ekki fyrir. Þetta er bara staðan í deildinni. Hilmar fyrstur, Hilli annar og Hannes þriðji. Þetta er bara nákvæmlega eins og staðan endurspegla tímabilið. Og eins og síðustu keppnir hjá Hilla hafa verið so close but yet so far. Já, þetta var, hann var raun og bara einu slísi frá því að vinna þetta. Já, í raun og öru. Þú veist, það var með þetta í vassanum. Ég sá ekki hvað, við sáum náður í ennsynningu hvað gerðist.
Já, hann bara slætaði og misti bílinn hans út úr beygju og sigsakaði og fór til hliðar, sko. Já. Bara klassískt Nürburgring krass. En Hilmar til lukku við sigurinn, Hilli, glæsilega annarsæti, Hannes, hérna, þetta í þriðasæti. Vel gert. Jón Ægir með solid race í fjórða. Já, ég samt, ég held að hann hefði tekið þetta en hefði farið hard og sparað bensín og tekið 4 hringi. Hann hefði ekki einu sem þetta sparað hann ekki bensín. Já, En, þú veist, hver að vera sér það, svona þetta bara. Menn þurfa að taka ákvarðanir í keppni og þetta var allt í nesmókan. Já. Þetta var bara þræl skemmtilegt í kvöld, verð ég að segja. Jón Ægir fjórði, 5. er núna nálgast markið, það er Hugo að puka honum, ætla hann verði eitthvað á honum aftur. Ég ætla að þeim reyðast það. Ertu til að bjóða Hilmari og Hilla örsnögt í Podium podcast? Já. Spjallið er að fara fram á þetta. Við þurfum að hafa það stutt en fáum smá take á þetta. Já. Hilmar, Hilli, Billi mekkaði ekki og Jú, Himmi. yes. Það er greitt hjá mér. Já. Halló. Halló, Hilli minn, so close. Oh my god. Aðal spjallið hérna hjá okkur síðastu hringina var sko hérna, akkur tókst ekki hard fyrir síðustu 4 hringina til að þurfa ekki að taka auka pitstop? Ég bara náði aldrei að æfa 4 hringi á bensinni. Það hefði nefnilega verið sennilega landaði sigrunum sko. Mögulega. En þú gerði þetta spennandi, svo sannarlega, og til hamingju Hilmar, þú komin í spjallið líka. Takk fyrir. Þetta var hörku keppni hjá okkur. Oh my god. Djöfull erum við lélegir, spurðum allir. Já, bara já. Til hamingju strákar, báðir við fyrsta og annarsæti strákar. Þetta var þræl skemmtilegt að horfa á okkur keppa. Nei ekki. Takk. Og Algjörlega. það var líka rosa. Hvað segirðu? Ég ætla að segja Hilmar, baráttan með Hannes var mjög skemmtileg framan að. Við vorum ekki að ræða. Djöfull var hann að keyra vel maður. Hann var alltaf hard, ég veit ekki hvað vissið það. Já, ég vissi það. Já. Mér fannst ég verið hraðar á GP-brautinu, hann var með geðveika kafla í slaufinni sko. Þú varst alltaf hraðari í byrjun og svo var hann hraðari á 3. hring. Svo var hann bara fastur eða fyrir aftan hann. Og hann náði þessu góða exiti líka oft inn á hraða beinakafla. Einmitt. Hún náði fram að því hann gerði mistök, var það ekki það? Hann spinnaði. Já. Hilmar, ég var mikið að velta því fyrir mér þegar þú varst að keyra, hvort að þú værir að gera rétt með að keyra medium af því að þau voru svo tæpast 3. hring. Mér fannst eins og sko að þú hélst svo nálægt, þú og Hilli voru að berjast þegar að þú varst að hard og hann á medium, þá varst að hangi í honum, en svo þegar að hann fór á hard og þú á medium þá eiginlega breytist það. Þannig að ég fór að velta fyrir mér, ertu actually að gera rétt með að vera að keyra medium eða hefur kannski átt að gera svo annars að vera hard alltaf tímann? Ég náði bara ekki almennilega, ég náði bara sína fyrsta hringa eða fyrsta 2. Það voru 13 sekundur í Hilla. Ég lokaði það niður í hvað 3 sekundur eða 2 sekundur eða eitthvað. En ég gerði mistök líka á þeim hring, ég tapaði einhver 2 sekundum. Já. Það er kannski ekki svo rosalega mikill munur hann á milli, þú veist, þú græðir svolítið á... Það er fyrsti hringurinn er svolítið mikill munur. Já. Það getur náðist í 5 sekundum, kannski 4-5. Akkurat. Já, þetta er áhætta bara. Maður tók eftir í hérna opnu og annarri deildinni að þar var allir að keyra á 4 hringjum á hérna harddekkjum og lúkkaði svolítið eins og það væri vinningsstrattið. En það virðast allir hérna að vera að spá í 3 hringjum í einu. Já,
það er bara svo leiðilegt að keyra 4 í mega bensinsparnaði. Já, það er Svo nú það lendir sko. í einhverjum og getur ekki batlað neitt. Það er þetta að fjúlsega svo mikið. Við vorum að Hannes var að koma til okkar líka hérna. Hann bara óskaði öllum ykkur þegar maður efstu til hamingju bæði með reysi og vera komnir upp í úrvalsdeildina. Það gæði verið. Það er bara glæð mikið þetta var flott reysi á okkur. Já, þetta var líka flott barátta Hannes. Þú varst bara varnarmála ráðherrann hann á tímabilið, þangað til þú tókst sjálfaðið út úr keppninni. Já, ég var aðeins og græður hérna á gjöfinni. Já, og svo byrjaði það svolítið laus á þessum hring áður en það gerðist. Og varst búin að þriðji hringur var erfiður á dekkanum. Já, ég var alltaf að pússa svolítið aðeins og fatta það með ykkur á síðasta hringin. Já, það var geðveikt pace sko, það ég sá alveg, við vorum alveg að sækja á Hilla sko, þannig að ég var kannski ekki of mikið að panika. Þetta er vel gert, 11 sekúndur og 2 klukkutíma reysi, það er nú bara ekkert mikið sko. Nei, það er ekki mikið, það er rétt. rétt. Sko. Við erum bara lélegir, spinnuðum allir. Eða ekki? Ef það væri ekki fyrir þessi spinn og þessa baráttur þá væru við allir sofnaðir sko, löngu sofnaðir. Því heldur þessari keppni alveg lifandi í 2 tíma og bara vel gert, þetta var... Ég held mér að ég fór einu sinni út af líka en ég fekk ekki skemmt, ég fór utan í vegg. Já. Ég heyrði, var það ekki hérna rétt fyrir aftan mig, það inn í lautina, ég heyrði bara eitthvað, það er bara hvað að gera. Þið basically fóru allir út á einhverju tímapunkti og skemmtu bílinn, þannig að og enduðu bara frekar nála hverjum öðrum. Ég keyrði á Hilla, þegar Hilli var nýbúinn að spinna. Já, en þú fórst ekki inn, ég hélt þú myndi fara inn. Já, og ég var ekki að tapa það miklu, þannig ég tímdi ekki að taka 2 pitstop. Þannig ég frekar sóaði 6 sekúndum og tapaði 6 á hringnum eða eitthvað. Það er stakar, ég vil okkar að spyrja eina spurninga hérna, þetta var síðasta keppni tímabilsins og framöndan alltaf sumarfrí og þið allir komin í úrvalsdeildina, er ekki bara æfingar í allt sumar? Já. Verðum við ekki skemmtilegt? Það eru golfæfingar. Bara taka þátt í sumardeildinni og æfa sig þar. Það er svona eitt pointer til svona, hvað maður segja, þeir sem er að skipuleggja mótin eða keppninar. Til að gera þessa keppni skemmtilegri, þá þyrfti eiginlega að minnka bensín og dekkjaeyðslu. Já. Þetta er rosalega mikið dekkjastrategi og bensín og eitthvað. Já, þetta er bara eitthvað sem fer í hugmyndabankan og við sem stjórnin, við erum náttúrulega bara hérna lýsendur hérna, við ráðum einhver, Gunni heyrir þetta. Snúum Jökul niður og Ívar, þeir stýra þessu núna. Það var alveg geldur á þessu helvits Nissan, jöfnveld. Það er ákveð þessi eitthvað veikleikar á þessu Nissan samt, það er búin að vera OP í gegnum tíðina. Já, það er dekkjaeyðslan, hann er alveg svakalegu dekkjaböðull. Já, það er ákveð þessi eitthvað veikleiki á þessu bíl. Þú varst sannilega að eyða jafn hratt og ég eyddi medium á Porschenum. Eða ekki? Við erum búin eftir 3 hringir. Já, ég meina, ég átti sannilega svipað ef ekki meira eftir að mediumdekkjunum á nýja Porschenum versus þú á Nismonum með hard. Ég sprengdi líka, Hannes, þegar þú náðar aftur fram á mér fyrir pittin. Ég sprengdi í beiginni. Eða ekki? Þú varst rosalega. Það greinlega dekkin eittist mun hraðar að vera fyrir aftan í stintinu og undan. Já, það var greinlegt á fyrsta medium stintinu. Bara leiði bremsað og sprakk það. Ég bara, ok, ég er ekki farin á beiginni hérna. Það er bara úrvalsdeildi næsta sísón og stífar æfingar í sumar. Já, það er Jökul út, eða ekki? Og ég ætla bara að segja takk fyrir mistakar, takk fyrir samfélgina í alla vettur og þeir sem heima siti, ætla að segja bara takk fyrir sísónið allir saman og sjáumst á næsta haust. Takk fyrir mig, ég er búinn. Takk fyrir okkur, bye bye. Bye bye.